morgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest sem leyfir okkur að kynna sér og svo getum við speglað okkur í viðkomandi sem alltaf allt og gott. Og hingað kominn Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður afstöðu félagsfanga. Já. Fyrrverandi fangi. Fyrrverandi fangi, já. En hvenær hætti maður að vera fangi? Ég hef séð þig kynntan svona, fyrrverandi fangi. Já. Ég hef ekki margir sem eru þannig. Nei, það er oft verið að skamma mig reyndar fyrir að tala fyrrverandi fanga. Nú, þetta er eins og skátaðnir, einu sem ég fangi alltaf fangi. Já, heldur það ekki. En nei, það er einmitt þetta svona viðhorf, hvenær hættir fólk að vera fangi, skilur, þetta er, maður á ekki að festast kannski í þessu, að vera merktur þessum eftir er. En ég er ekkert óánægður með að vera fyrrverandi fangi. Nei, það er reyndar svolítið þannig að það hangir á manni lengi eftir. Já, það þýðir ekkert að fela þetta og bara gera það besta úr þessu. Í Bandaríkjunum þá missir fólk kosningarétt að það farið fangsi. Ég man reyndar eftir einu máli í Danmörku, ég man ekki hvernig það var, kannski fyrir svona 25 árum, að þá var fjölmiðill að rifja upp sakamál. Og sem sagt, hvað myndum við að segja, gerandinn, eða sá sem framdi afbrotið, hann stemdi blaðinu vegna þess að hann hefði setið af sér dóminn. Og það væri eiginlega árás bara hans persónufrelsi að vera rifið upp. Og hann vann þetta mál. Já, þetta er eitt af þeim málum sem að kannski við fáum svolítið á okkar borð. Fólk er að reyna að fá uppreist æru svona út í samfélaginu? Já, er að reyna að fá fréttirnar af sér kannski úr leitarsíðunum. Og það hefur verið að takast svolítið undanfarið en var erfitt og hefur verið erfitt. En það er svona aðeins að aukast núna að menn ná að fá þetta út í raun og veru. Ég persónulega hef ekkert verið að skoða þetta sjálfur, en það eru margir sem eru að pæla í þessu einmitt. En nú er þetta eiginlega svona sittkur hlutur, annars eru við bara með sögu og eitthvað gerðist og þannig er það bara og það er varla eðlilegt að það sé bara þurrkað út úr sögunni eitthvað sem að gerðist. Einhver framdi glæp, satt hann af sér og hann er skuldlaus gagnvart samfélaginu. En þetta er sikkur hluturinn, sko. Þó svo að ég viti hvað einhver gerði, en þá hef ég ekkert upp á hann að klaga. Hann er búinn að gjalda. Jú, en þetta er kannski ekki alveg svona auðvelt fyrir fólk sem hefur setið inni. Það er náttúrulega verið að flétta fólki upp og varandi þegar fólk er að sækja vinnu og leigja sér húsnæði og fleira, alls konar í viðskiptasamböndum og annað, þá kemur þetta upp, þannig að fólk á það til að vilja fá þetta bara í burtu eða sumir breyta nafn, aðrir flytja bara erlendis, hreinlega, Þannig að þetta er svona mismunandi. Af því að þetta er svo erfitt að lifa í þröngu samfélagi með dóm á bakinu, svo sagt. Já, þetta er náttúrulega mjög lítið land og hér þekkja allir alla og þetta getur verið frekar snúið hér. Ég held ég samt eftir aðeins einu tilfelli sem ég hef hreinlega ráðlagt viðkomandi að flytja erlendis. Það er bara, hefur verið gjörsamlega vonlaust fyrir þann einstakling að fá samfélagi til að taka á móti sér aftur og vera samþyktur inn í samfélagi. Þannig að það getur verið mjög erfitt. Og hvað gerir fólk sem er komið út í horn og samfélagi vill ekki taka á móti? Það byrjar yfirleitt að brjóta sér aftur eða Ef það er það er bara utan samfélagsins, þá verður að búa til eitthvað lífsviðurværi utan samfélagsins. Já, algjörlega, hvort sem það er að vinna svart eða fara í glæpi eða neyslu eða hvernig sem er, Þannig að þetta getur verið mjög flókið. En ef maður, nú er svolítið öðruvísi svona aðstæður núna, að þú getur farið eitthvað erlendis en það er einhvern veginn eldið allt saman. Já. Þá er ég á margan hátt, Gæti einhver bara googlað og notað Google Translate til þess að finna þig. En svo er það líka að þegar þú ferð erlendis að þá tekur með þér íslenskt samfélag í netinu, Við flytjum ekkert svo mikið, Nei, og við erum að sjá einmitt, við höfum verið að fá einmitt jafnvel símtöl og tölvupósta frá fólki sem hefur verið að flytja erlendis og þá flytur það kannski í íslenskt samfélag erlendis og
og svo það ósátt sko því að þar byrjar orðrómur það og hérna fólk fer að tala og annað. Þannig að þá erfitt að fóta sig þar líka sko. Þannig að hérna, en auðvitað engin skylda að flytja í íslenskt samfélag erlendis. Þú getur líka flutt bara erlendis og hérna verið fyrir út af það. Það er erfitt að vera bara eins og tekinn einhver þyrlu og hent inn í mitt Kína. Það er erfitt að byrja bara á núlli á miðjum aldri. Algjörlega sko, það getur verið mjög erfitt og þú þarft náttúrulega þessa tengingu og hitta fólk og spjalla og hérna, en þetta eltir fólk algjörlega. Svo áttu líka samfélagi sem kemur úr þó hafi brotið af þér. Já. Þess að þú ert að höggva af þér stóra hlut af þér. Ég myndi halda að það ætti við þig ef að þú verður allt í einu bara komin inn í miðjan Kongó og bara myndir missa íslenskt samfélag. Það er svolítið stór hluti af þér. Já, algjörlega. En við erum líka að sjá bara að þetta mismunandi líka bara eftir brotaflokkum. Ég held sko að margir sumir muna ekkert hvað hinn eða þessi gerði en svo fylgir þetta meira öðrum. Þeir eru kannski frægir út af glæpunum eða þá að þeir hafa framið þannig brot að það eltir þá og þá erum við náttúrulega að tala um kannski kynferðisbrot aðalega. Þannig að þetta er flókið. Og svo eru glæpir, bókasöfnin full af sögum og glæpum. Já, það er... Þekktasti hérna í minni ætt Steinunn á Sjöundurá. Ég þarf bara að segja það, þá þekkja allir á Íslandi. Ég held að vera að gefa út ein bók það mál og annað Agnes og Friðrik bara núna þessi jól. Þannig að svona stór, sérstaklega morðmál, bara eld okkur endalaust. Það bara endalaust forvitni Íslendinga fyrir þessum tveimur sakamálum. Já, og ég meina við til dæmis hjá Afstöðu, við þurftum að leita leiða hvernig væri best fyrir okkur að koma málum á framfæri. Við vorum stöðugt að hérna, koma málum á framfæri, hvort sem það voru greinar eða fréttatilkynningar og þá voru fjölmiðlar svolítið uppteknar af því að hérna, fjalla okkar forsögu eða glæpi og jafnvel birtu greinar alræmdir í Afstöðu eða eitthvað slíkt sko. Þannig að og þá féll kannski sko málefni sjálft einhvern veginn niður eða burtu og varð ekkert úr því heldur var aðalumræðefni bara okkur. Og það það sem að við breyttum, þess vegna ég til dæmis talsmaður félagsins og ekki einhver aðrir og það hefur svona einhvern veginn... Þess vegna þess að þú ert búin að fara í gegnum þennan eld, að þú þolir það og sáttu við það að ég kynni þessi fyrrverandi fanga, það lítur á þessi bara hluti af verkefninu, að bara gangast við því að vera fyrrverandi fangi, þannig þú tekur að þér að ganga þessa slóð. Já, algjörlega. Ég held að fjölmiðlar urðu bara þreyttir á að fjalla um mig og byrjuðu að fjalla um málefni og það var það sem var svo sorglegt við þetta, að við vorum kannski að koma með mjög alvarleg mál á framfæri, jafnvel sjálfsvíg í fangelsum og vara við ákveðna hættu eða eitthvað slíkt en þá týndist það bara einhvers staðar og að þetta fjallaði alltaf um persónurnar sjálfar sko. Þannig að þrátt fyrir kannski að það jafnvel voru dregnar inn persónur sem voru ekki einu sinni í Afstöðu sko. Þannig að þetta var mjög erfitt og hefur svolítið mótað okkar félag að til dæmis eru margir bara nafnlausir í félaginu sko. Þið hafið takmarkað málfrelsi. Já, í raun og veru, en við komum því öllu gegnum mig eins og en hugmyndin náttúrulega og framtíðin að við getum ráðið starfsfólk sem ekkert endilega fyrrverandi fangar til að vera okkar málsvarar og eru bara starfsmenn félagsins. Þannig að það finnst mér nú svona lakara. Já, ég meina... Þú veist, þú frekar vilja lifa í samfélagi sem að fyrrverandi fangi geti bara að tala málefni fanga? Já, algjörlega. Við munum aldrei hverfa úr félaginu, sko, heldur bara að við viljum geta gert þetta meira faglegra og ráða fólk sem En ertu að segja að þetta sé bara raunverulegt álag að þegar að þú kemur einhver tilkynning frá ykkur, kannski eitthvað sem erfitt mál, þú veist ekki eitthvað jákvætt að sem búið að opna í álmu eða eitthvað svona erfitt. Það þá svona
gæti allt í einu poppað upp einhver svona upprifuna grein þig. Já, það gerir það alltaf reglulega. Þú ert alltaf með það svona, kannski þú bara ekki reikna með því, en það alltaf svona smá svona hugmynd að það geta gerst. Já, og það gerist reglulega, sko. Þannig að maður bara vanur því og maður ekkert að kippa sig upp það lengur. Þannig að maður venst því aldrei almennilega það. Nei. Svona óréttlæti og leiðindum og þú veist, þú getur hitt einhvern mann sem hreytir í einhverjum ónótum og þú vitir alltaf hver þetta eitthvað, þá situr alveg furðulega í manni einhvern veginn miðað við að maður halda að maður geti bara gert svona. Já. En það ekki alveg þannig. Nei, ég hef nú til dæmis ef maður lítur á fréttirnar og maður slýsast til að líta á kommentakerfið þá eru alltaf einhverjir sem eru þar sem eru óánægðir með að við séum að tala fyrir hönd fanga eða þennan hóp, sko, og segja bara við séum glæpamenn og höfum ekki rétt á að tjá okkur og en ég meina fólk hefur rétt á sínum skoðunum og má segja hvað sem en þetta fær ekkert á okkur, sko. Við erum alltaf bara að reyna að gera okkar besta og koma okkar boðskap á framfæri, sko. En þú verður samt, ef maður heyrir það í ýmsum hópum að það svona eins og að ef það einhver þarna úti sem með fordóma og andstyggilegheit að þá raskar það öllu. Þetta getur verið bara samkynhneigðir eða transfólk eða eitthvað sem hringir inn, sko, út af fyrir sögu eða rasismi og svona, þú veist, andstaðan sé mikil og mikil andstaða gagnvart ykkur að þið hafið inngöngun í samfélagið aftur. Að það var spurningin og þú tókst dæmi að einhver sem flytur segjum bara Íslendinga nýlenduna í Danmörku að það alltaf einhvers leiðindar skítallarna í hópnum, sko, og kannski ámar ekki á kröfu á því að það séu allir orðnir heilir en þú veist það bara sá heimur kemur aldrei, sko. Nei, við erum að kljást við þessa fordóma eins og minnist á og það náttúrulega bara þeir eru vegna þess að fólk þekkir ekki málefnið og við sjáum það á okkar málefnum að þegar við erum að ræða fangelsismál eða fanga eða glæpi bara almennt, dóma og annað að fólk veit ekki neitt málið og þar af leiðandi eru fordómar út af fáfræðslu, skilur, og ef þetta fólk myndi kynna sér raunverulega hvað að vera að þá væri viðhorf öðruvísi en það bara einhvern veginn nennir því ekki. En við erum líka bara mjög aftarlega hér á Íslandi í umræðun fangelsismál. Við höfum verið það og í raun og veru má segja að umræðan fangelsismál hafi bara verið að byrja á síðustu árum. Þegar að fangar fengu rödd? Já, sem sagt þegar fangar fengu rödd og það voru fleiri stjórnmálaflokkar sem kom og tóku þetta upp og bankamenn fóru í fangelsi og þá gerðist ýmislegt líka, sko, þannig að það var ýmislegt sem hjálpaði til. En jú, ég held að afstaða hafa alveg verið leiðandi í umræðunni og við höfum svona verið að draga upp þessa umræðu upp á yfirborðið og það höfum við gert bara með því að skrifa greinar og verið duglegir að tjá okkur hvað að gerast inn í fangelsunum, hvað þarf að gera, hvað að gerast annars staðar. Og við höfum verið mjög duglega að fara í skóla, hjálpa nemendum í háskólum til dæmis eða menntaskólum að gera rannsóknir og ritgerðir af því að það eru framtíðarleiðtogar og stjórnendur þessara mála og og það eitt af því sem við teljum eitt af allra mikilvægast í þessu af því að það eru til fáar rannsóknir kannski á Íslandi fangelsismál og þannig að alveg frá upphafi frá því að við stofnuðum afstöðu þá höfum við verið mjög duglegir og höfum alltaf samþykkt allar beiðnir frá öllum nemendum að hjálpa þeim, sko. Ég var bara síðast núna í vikunni að aðstoða nemenda í slíku og það bara kannski við erum ekki með til dæmis nám fangavarða á háskólastigi og þar af leiðandi eru engar rannsóknir og þar af leiðandi kannski engin markmið heldur, sko, þannig að í þessu málaflokki. En lögreglufræði komin á háskólastig? Lögreglufræðin komin á háskólastig og við viljum sjá fangavarða skólan þar líka í raun og veru. Við fáum að kynna okkar starfsemi í lögreglufræðum og fangavarðaskólan reyndar líka, sko. Þannig að það mjög jákvætt að þeir fái svona að sjá sem sagt, okkar hlið og við tökum eftir því sem sagt, núna að bæði lögreglumenn og fangaverðir þeir hafa miklu meiri áhuga á fólkinu núna sem þeir eru að vinna með heldur en áður nokkuð tíman. Áður fyrir kannski má segja að það skorti svona skilning á veikindum fólks
Í dag eru þau að spyrja þau stöðugt hvað getur við gert betur og það er mjög góð þróun sko. En getur fangavörður mikið hjálpa til í veikindu fólks? Er hann ekki bara ráðinn að þegar hann er sterkur? Getur haldið þig niðri ef að þú ert með einhvern? Nei, ég held sko, jú, sjálfsagt geta það gert það sko, en og þurfa sjálfsagt að gera það líka nokkur sinnum á sínu ferli sko, en samtalstækni er eitthvað sem er notað í fangelsum og það er stöðugur niðurskurður og það er ekki til mannskapur þannig að þeir þurfa að læra það mjög fljótt hvernig á að tala við fanga og hvernig á að róa ástand. Þannig að sko góður fangavörður á að geta haft góða stjórn á fangelsinu og ræða við fanga og þeir gera mikið gagn sko. Okkur vantar kannski meira mennta eða sem sagt fagfólk inn í fangelsinu en fangaverðirnir eru þeir sem eru í daglegum samskiptum og stöðugum samskiptum við fanga allan tíma. Eru til svona góðir fangaverðir svona eins og eru svona góðir kennarar að maður tala við fólk svona já, nonni sem allir fangar tala vel eru til svoleiðis fangaverðir sem eru góðir fangaverðir? Já, ég held að allir fangaverðir séu góðir fangaverðir en diplomatist. Já, en sko jú, algjörlega það er alltaf nöfn sem að poppa upp sko. Svo líka slæmir fangaverðir sem að já, ég held samt að gengur inn í samfélagi fanga að þetta séu fangaverðir sem er með svona mean streak í sér sko, er alltaf til í átökin frekar en friðin. Það er alltaf þannig í öllum störfum, það er alltaf einhverju sem kannski passa kannski ekki alveg inn en jú, það er alltaf, ég held að fangar eigi alltaf sína uppáhalds fangaverði og við munum alltaf eftir þessum gömlu kannski sem að hafa verið mjög lengi og áratugi sko. Þannig að og þeir eru góðir fangaverðir en þeir voru kannski ekkert endilega með á nótunum sko, varðandi veikindi og hvernig átt að koma fram við fanga endilega sko. Þannig að það séu breytingar, þannig að þú ert að vísa svona til svona eldri tíma. Já. Herðu, en aðeins meira þetta að vera fyrrverandi fangi út í samfélaginu og fordóma og dómhörku. Sumleyti lifum við tíma það sem er svona meiri dómharka það ef þú gerir eitthvað af þér þá áttu bara að fara út úr samfélaginu og vera þar bara sem allra lengst ég hef svona bara á tilfinningunni að það sé svona minni pláss fyrir svona að einhver hafi sko bætt fyrir brot sitt eða þú kannast við þetta, það er svona hvort að afsökunarbeinin hafi verið raunveruleg og svona sem aldrei hægt að svara sko því að þetta einhver leyti þetta bara einkanlegt og ég býst við ef það ætlar að fyrirgefa ykkur þá verð ég bara að treysta því að Gummi bara að reyna að feta sína lífsglímu eins og aðrir og gangi honum bara vel. En svona þessi hugmyndum að við eigum að vera dómarar sjálf yfir öllu, að ég eigi persónulega að meta það hvort að þú hafir bætt fyrir brotið eða afsökun hjá þessum hafi verið raunveruleg og það er svona andi í samfélaginu sem er svolítið dómharður. Já, algjörlega. Ég hef aldrei verið mjög hrifinn af því að fólk eigi að iðrast í fjölmiðlum til dæmis skilur yfir sínum gjörðum sko, en ég held að hver og einn sem hefur framið brot iðrist á sinn hátt og taki út sinn dóm og sjái eftir því sem hann hefur gert sko. Ég held að það séu flestir þannig sko, á einn eða annan hátt. Það er bara hvernig fólk tekur á sínum málum sko. Oft getur það tekið lengri tíma fyrir suma heldur en aðra. En jú, dómharkan er náttúrulega mikil og kannski svolítið meiri hér heldur en annars staðar og ég veit ekki af hverju. Af hverju segirðu það? Þú eru dómar ekkert langir eða? Jú, dómar eru svona frekar þungir en þeir eru kannski ekki í samræmi, kannski ég myndi segja að í sumum brotaflokkum mættu þeir vera þyngri. Og lægri í öðrum sko. Þannig að það er svona svolítið hvað það segja, lægri í fíkniefnabrotum, hærri í kynferðisbrotum? Til dæmis, já, ég held að ég get alveg sammála því sko. En við erum náttúrulega bara eyja og fámenn þjóð og það var þannig á sínum tíma held ég að lögreglustjórar eða sýslumenn, þeir höfðu dómsvald og framkvæmdavald og allt saman. Þeir gátu
þeir sóttu á sínu tíma að fá að hálshöggva sjálfur fólk til kóngsins og kóngurinn danski samþykkti það en samþykkti með því skilyrði að hann hefði alltaf lokað valdið og ákvörðunina og hann mildaði í raun og alltaf alla dóma sko. En þannig að við erum svolítið þarna Dómar kannski harðari í nábýlinu. Já, ég meina sko við þurfum fjarlægt vald til þess að draga úr hefndarþorst okkar og Já, ég meina, ég held að þegar fólk var á þeim tíma sko að hálshöggvi fyrir að stelast til matar þá var ekkert að fara að lagast og að þau fengu leyfi til að hálshöggva fólk sko. Það var náttúrulega, það var eitthvað og það þurfti að laga ástandi í samfélaginu sko. Ég held að kóngurinn danski hafi gert sér grein fyrir því, þess vegna setti hann þessi skilyrði sko. En við erum svolítið ennþá þarna svolítið dómhörð og dómar í raun og veru því miður að þá eru dómarar stundum að dæma eftir almenningsáliti og hvað fólk vill og það er bara því miður þannig sko, ástandi hér sko. Það hafi orðið þyngri dómar í fíkniefnamálum í einhverjum svona hugmyndum að það væri leiðin til þess að fæla burt fíkniefnadjöfulinn eða hvernig sem orðalega. Já, við vitum alveg að til dæmis eins og ákæruvaldið og lögreglan hefur oft rekið sín mál bara gegnum fjölmiðla til að fá hærri dóma og til að fá sakfellingu og annað. Þannig að það er ekkert leyndarmál og þeir hafa gert þetta alla tíð sko í raun og veru og svo verða þeir pirraðir þegar lögfræðingarnir sem nota sama taktík sko. Þannig að þetta er svona eitthvað sem ég vil ekki sjá til dæmis að mál séu rekin í fjölmiðlum og við þurfum að passa okkur svolítið vel á eins og til dæmis bara nafnabirtingum og fólk saklaust þangað til það er búið að dæma og En nafnbirting er ekki dómur. Nafnbirting er bara hluti af frásögn. Já, ég meina það stendur að Guðmundur Ingi sé grunaður og það þýðir það bara hann sé grunaður. Það þýðir ekki að hann hafi framið. Nei, en eins og segi, við búum í þannig samfélagi. Það er gamla blaðamann sko. Já, við búum í þannig samfélagi að það er dómur að nafnið komi í fjölmiðlum og þú eru þekktur fyrir það alla tíð sko. Það er bara þannig og við þurfum átt okkur að því að það getur verið margar ástæður fyrir því að nöfn er ekki nefnd til dæmis bara í dómum og við getum bara talað nýlegt dæmi þar sem að maður beitir konu sína eða ræðst á hana og hún deyr og hann er nafnlaus í öllum dómum og svo er það einhver fjölmiðill sem tekur það bara upp og birtir það sko. En sko hann áttar sig ekki á því og líka þau samtök kannski sem hafa verið að gagnrýna þetta nafnleysi að segja að hann hafi fengið vægan dóm og eitthvað slíkt og þau telja að það sé vegna þess að hann drap einhvern náinn eða konuna sína. En þarna er fólk að koma með eitthvað sem að það kannski veit ekki alla söguna og það er ástæða fyrir því að kannski að hann er ekki nafngreindur. Það getur verið margar ástæður. Hver getur hún verið? Já, hún getur til dæmis verið að það er verið að hlífa aðstandendum og börnum. Það getur verið að manneskja sé mjög veik. Það getur verið að það sé verið að reyna að finna viðeigandi úrræði en það skemmir fyrir að manneskja sé nafngreind og það er kannski úrræði sem er nauðsynlegt til að fyrir þá manneskju í sínum veikindum og bara líka það og það er náttúrulega líka verið að hugsa bara hvað er best fyrir samfélagið og við þurfum alltaf að hugsa í raun og veru allt saman sem tengist dómum afplánun, hvað er best fyrir samfélagið. Ég get alveg skilið að fólk heimti að hærri dóma fyrir morð eða verði reitt að menn eru að losna úr afplánun kannski snemma. En við getum aldrei látið það stjórna í raun og veru framgangi þessara mála. Sko. Við þurfum að gera þetta það sem er best fyrir allt samfélagið heilt, fyrir þennan hóp og alla hina. Og það gerum við með því að til dæmis að endurhæfa fólk og passa að fólk komi endurhæfðara út úr fangilsi og hætta að fremja brot. Því þá erum við að koma í veg fyrir frekari glæpi og frekari brotaþolendur. Þannig að það er það sem á að skipta öllu máli. Því að ef við gerum það ekki þá erum við raun og veru að gefa leyfi bara á áframhaldandi glæpi. Í sumum löndum eru lög þetta, nafnbirtingar.
fólk á mínum aldri þekkir regluna í Þýskalandi út af Kristínu F. í dýragarðsmönnum og það sem bara að þú værir Guðmundur Þ. Já. Meina, í Bretlandi þetta enn harðara sem var nú mál sem var Gylfi Sigurðsson var aldrei nafngreindur. Hann var nafngreindur í Íslandi en aldrei í Bretlandi út af lögum sem að banna það. Já, ég get alveg sagt þér bara núna þetta síðasta dæmi, sko, mér var ekki skemmt að sjá að fjölmiðlar hefðu tekið upp á sitt einstæmi að birta nöfn. Og til dæmis ef við hefum verið í Noregi, sko, þá bara dómari sem ákveður að þetta megi ekki birta og ef að fjölmiðl birtir það, þá verður hann sjálfur og það sem að skrifa greinina dæmdur fyrir það og það er eitthvað sem ég hefði viljað sjá hér líka, sko, í raun og veru, sko. Ég veit að þú ert örugglega ekki sammála með sem fjölmiðlamaður, en þetta er nauðsynlegt af því við þurfum alltaf að hugsa þetta, hvað er best fyrir samfélagið. Og það getur verið að sumir líta á þannig að það sé best fyrir samfélagið að nafngreina og vara við, en það þarf ekki endilega að vera þannig. Ég er ekkert með einhverja ákveðna skoðun í þessu, en við getum rætt þetta. Þá er hugmyndin sú að öðrum megin geti verið það að til þess að við getum þroskað hér gott samfélag á millum okkar, að þá verðum við öll að vera upplýst samfélag og brot einstaklings gagnvart öðrum einstaklingi sem er leiðið til ákæru er brot gegn samfélaginu, annars verður þetta ekki ákæra. Þannig ef að þú brýtur að þér gagnvart einhverju manneskju þá verður það raunverulega brot gegn friðnum í samfélaginu og þar alveg er ég eins konar málsaðili að því og á rétt á að vita allt það. Það verður öðrum megin. Hinum megin væri það að það má vera þetta sem svona en það bara afleiðingin af þessu getur verið svo slæm fyrir samfélagið og við fáum verri niðurstöðu. Þannig að við sem erum að fást við þetta, lögfræðingarnir og dómararnir og einhverju sérfræðingar, að við segjum frá þessu og þið verður bara treyst að því að okkar meðferð á þessum málum sé góð. Þannig að þetta er ég finna að þú munt aldrei fá fullkominn frið í þessum málum. Þetta eru bara tvö ólík sjónarmið og hagsmunir og tvö ólíkt í réttlæði sem stangast bara á eins og út allt í samfélaginu okkar. Stangast á, rétturinn stangast á. Við getum ekki fengið alltaf allstaðar með öllum hætti. En þessi umræða, mér finnst hún ekkert hafa verið svo áberandi nema náttúrulega einstaka sinni þá gýs hún upp í einhverjum tengslum við einhverja nafnbirtingar. Þá er það yfirleitt bara fjölmiðlarnir, að þeir séu siðlausir. Það er ekki nein krafa að við sem samfélagi að setja einhverja reglur þetta. Þetta hefur komið á og til upp, en nei, þetta er kannski lítið rætt hér, held ég. Hér á landi, sko. Þetta er einhvern veginn bara gert ráð fyrir að það kom alltaf í fjölmiðlum. Stundum náttúrulega kannski gerir maður ráð fyrir að það sé kannski eðlilegt að nafn komi fram eftir að þú er búið að dæma því. Af því þá er klárt að þú ert sekur. Ég held að Mogginn og RÚV sé ennþá með þá reglu að birta nöfnum dómurinn er þyngri eða 2 ár og þyngri. Ég held að það sé ennþá. Nema í einhverjum svona sérstökum undantekningu, því það er alltaf undantekningatilfelli í þessu. Og eins og þú ert að segja, stundum er ekki hægt að nafngreina vegna þess að nafnbirting á gerandanum kastar ljósi á þolandan. Og þá er það stundum bara ekki hægt. Aðstandendur, sko. En að því við erum að tala um þetta svona hvernig samfélagið á við einhverja sök, að eitt sem að ég hef heyrt, sko, að það var ég geti sagt þér svo að einhver maður segir að ég bara mun aldrei fyrirgefa Stjána. Hann fíkniefna innflytjandi og auðgaðist á þessu, það reyndi að auðgast á þessu og ég bara misti son minn í eitulíf og inn í heim þar sem maður drifinn áfram af bara blóður í græðgi þessara manna og ég bara veistu þetta er svo sárt í minni sögu og minni ætt að ég bara mun aldrei þú getur bankað endalaust hjá mér, ég mun aldrei fyrirgefa það. Já, algjörlega og þetta er alveg skiljanlegt viðhorf, sko, algjörlega og maður hugsaði þetta oft sjálfur, sko, þannig að ekkert óverlegt við að hugsa þannig. Þetta er svona, en til þess að við ættum að ræða meira, eða ekki? Jú.
Já, og það alls konar sviði, því að þetta ekki bara svona réttafastlegt, þetta ekki bara svona mannréttinda eða þetta ekki bara fordómar, þetta líka svona bara menningarlegt fyrirbrigði, og manngildis hugmynd, sko. Ef að þú brýtur að þér, getur það lagast. Ef við myndum labba ef við myndum bara labba Reykjavík og spyrja fólk að þessu, ég held að veri bara næstu 50-50, sko. Já, ég held það líka, sko. Ég held að séu, mjög margir sem að telja að ef þú ert á þessari braut að þú munir aldrei fara af henni, sko. Og en við höfum... Og þú fórst inn á þessa braut af því þú varst svona. Ég held að þú getur fundið fólk sem trú því að hann er bara svona. Ég held að, sko, allir... Þú getur farið í fangilsi á morgun, sko. Þrátt fyrir að þú hafir enga, þú sért ekkert að hugsa að gera það, sko. Þannig að það geta allir orðið fyrir einhvers konar stundabrjálæði eða bara, við höfum séð það margoft að menn eru að koma inn fyrir stundabrjálæði, sko, hreinlega, sko. Og þannig að það að lenda í fangilsi, það getur gerst fyrir alla. Og við sjáum það líka bara eins og til dæmis í bankahruninu að þar fóru bankamenn inn og þeir töldu allir. Þeir voru mjög hissa. Þeir voru mjög hissa allir og telja sig allir hafa verið saklausa. Þannig að þetta var ákveðin menning eða hvernig sem þetta var í bönkunum. Aðferðir sem var unnið eftir og þannig að Þú meinar að ég gerði bara eins og hinir, að það hefði verið verðing? Já, í raun og veru, sko, þú vissir ekkert hvað varst að... En það voru þarna menn sem að lögðu alveg línurnar sem að getur valla sagt ég gerði bara eins og hinir. En maður tók eftir því að þeir voru svo hissa yfir að vera bara í flokki með mönnum eins og þér. Því þeir töldu sig vera bara á einhverju svæði í samfélaginu þar sem að fangelsi bara ekki hluti okkar. Já, algjörlega. Þetta var áhugaverður tími og það var hafði áhrif á mann að hlusta þá og alla og heyra sögurnar og allt þetta en á sama tíma hjálpaði þetta okkur og fangar samfélaginu kannski mikið og samfélaginu bara í heild, sko, að það urðu gerða breytingar á fangelsismálum. Það sáu alveg í gegn að því að kom fólk af æðri stigum. Já. Og þá kannski líka bara að fjalla meira þessi mál og í fjölmiðlum og það var meiri þrýstingur á stjórnvöld að breyta og gera eitthvað og þeir sjálfir tóku það upp að aðstoða minni máttar í fangelsum og eiga heiður skilið fyrir það, sko. Þannig að á alls konar hátt, hvort sem það var bara að kaupa föt á fanga eða hjálpa þeim að læra starffræði eða hvernig sem sko. Eins og gerist í svona samfélögum eða ekki, þar sem kemur með einhvern veginn betur nestaður eða einhvern veginn með betri kunnáttu á samfélaginu og svona að hann aðstóða þá sem að standa verð. Nákvæmlega. Það er það sem við sjáum í bíómyndunum líka. En þetta hugmyndin það að fólk geti batnað og breyst sem að ég var eiginlega haldaði fram á þann að væri ekkert almenn í samfélaginu. Við erum ekkert endilega þar. Og það svolítið svona verðleika hugsun í samfélaginu að ég held að þetta tengist því að þetta er svona sjálfsréttlætingarnar ríku að þessu ríkir fyrir eigin verðleika og þar lendi verður hinn fátæki að vera fátæku fyrir honum skort á verðleikum og þar lendi skiptir einhver máli þótt að við aðstofum hinn fátæka eða bætum líf hans að hann verður alltaf fátækur og það svona fólkum eins og sagt þetta henni verið auðaborð hinn fátæku alltaf á meðaleikar, sagði Jesú mér sér það verður alltaf á meðaleikar Þannig að þessi svona hugmynd hvort að við getum breyst og þá ætla ég að spyrja þig, hefur þú orðið vitni að því að fólk hafi breyst til batnaðar? Já, alveg klárlega, sko. Ég held að fólk sé alltaf að breytast, þú ert að breytast, þú ert öðruvísi en þú varst fyrir ári síðan. Og fólk, já, ég meina það bara þannig og fólk alltaf að læra eitthvað nýtt og fólk að þroskast. Ég meina ég tel til dæmis að ég hef kannski þroskað frekar seint, sko. Og menn svona, það kemur þessi tími sem að þú bara áttar þig á lífinu og vilt breyta og gera betri hluti og við höfum séð algjör kraftaverk í raun og veru hvort sem að fólk að breyta bara lífstíl eða hætta neyslu eða hvað sem sko. Þannig að við sjáum þetta oft í fangelsunum að einn daginn bara einhver sem að við teljum að sé bara að deyja og svo allt í einu bara rætist úr honum, sko, bara einhvern veginn, þannig að alveg ótrúlegt að horfa á það, sko, og mjög gaman. Þú séð fólk rísa upp bara? Algjörlega, sko, og á alls konar hátt.
Þannig að hérna, við erum að sjá fólk sem að, eins og ég segi, sem við mjög mikla erfiðleika með vímuefni að hætta því og jafnvel að sjálfsdáðum sko. Og hérna og aðra sem þurfa að fara í gegnum kannski öðruvísi viðhaldsmeðferðir eða eitthvað slíkt sko. Þannig að þetta alveg hægt, það allt hægt og svo eru náttúrulega aðri sem að það erfitt að hætta glæpum held ég, veist, og ég veit það erfitt og hérna þannig að sko og það svo margt sem þarf að breytast, þú þarft að breyta þínu viðhorfum, þú þarft að hugsunum og bara hérna lífsstíl og alls konar sko til að ná þessu vinskap og hérna þannig að þetta ekki auðvelt sko en við sjáum þetta oft, já. Mjög gaman að fylgjast með fólki og við sjáum það líka bara þegar við erum að fara inn í fangelsin að þegar við erum að tala við kannski yngri fanga sem eru stöðugt í fjölmiðlum og hérna allir telja sig bara þá bara læsa þennan inni bara það sem eftir er. Henda líklanum. Já, en svo fyrir við og spjöllum við og við sjáum að þetta ekki vitlaus aðili eða þetta bara mjög klár aðili og hann að hérna, drekkja í sig upplýsingum og spurja og hvernig get ég farið að sömu leið og þú eða þið og það mjög gaman að fylgjast með því og oft getur það tekið svolítið tíma samt sko að ná fólki að fara á þessa braut en þetta svona kannski okkar markmið að það að hjálpa fólki að breytast. Við viljum og markmið okkar í afstöðu að fækka kannski þeim sem að fara á það braut að verða bara á varanlegri framfærslu ríkis og sveitarfélaga sem eftir ævinnar í raun og veru og fara bara að gera eitthvað sjálfur og beina sinni orku og krafti í eitthvað heiðarlegt og hérna taka á sínum málum og verða eitthvað og verða eitthvað þegar það verður stór. Ég til dæmis einn af þeim sem að var svolítið lost og vissi ekkert hvert ég var að stefna og varla veit það ennþá en einhvern veginn þessi mál bara orðin minn farvegur skilur og það sem ég að berjast fyrir og kannski var mér bara ætlað að gera það en þannig að það mjög gaman að sjá þegar okkur tekst þetta. Þú hefur séð fólk breytast en svo þetta viðhorfum að þú veist, fólk sem trúir því ekki og það byggir líka á einhverju reynslu að einhver fylltist iðrun og ég ætla að hætta að drekka á morgun eða nokkuð tímann er þetta ekki einhver lagi þú kannast við þetta þú veist allt í einu þú veist bara horfir á ég get ekki haldið áfram að þessari braut og ég verð að gera eitthvað og fólk fullt af vilja til þess að gera það en svo bara einhvern veginn fjarar undan ég fylg að fólk verði bara fyrir næstu því sko andlegri vakningu sko þá getur verið kunst að fara með þá ákvörðun ég ætla að breyta mér ég verð að breyta mér fara með það inn í lífið sem var umverulega þröngvar í það að vera það sem varst og það bara, stundum það bara erfitt þannig að þegar á reynir að þrátt fyrir viljan að þá bara tekst fólki ekki að snúa, þá segir fólk að ég sagði þér eitthvað mig að fólk getur ekki breyst. Já, ég meina, sumir... Ég heyrði einn mann segja þetta hvernig var þetta aftur? Svín fór yfir Rín og kom upp sem svín. Já, ég meina, svo erum við með þá sem að þurfa að fara all in í eitthvað annað, veist, og það getur verið trúarlegs eðlis eða eitthvað, skilur, af samtökin og fara bara alla leið til að bara blokkera allt annað og það sjáum við líka alla daga að vera að gerast og svo sjáum við aðra sem að hafa náð kannski bata og að breytast og í góðum málum kannski í mörg ár eða áratugi og svo koma upp veikindi sem að kannski má tengja fangavistinni og það geta verið bara svona andleg veikindi og þá verður sem álagi að vera inn í stofnun lokaður inni, sviptur frelsi. Já, algjörlega, vegna þess að það gífurlegt áfall það gífurlegt áfall að fremja glæp og það gífurlegt áfall að vera handtekinn og svo aftur að fara í fangelsi og allir þessi tími sem þú veist þar að þetta ekkert auðvelt að vinna úr, sko. Nei, ég vann einn svona Kleppi sem ungur maður og ég hugsaði, ég sagði 90% af vanda fólksins sem hérna inni það að vera hérna inni. Af því það álagið að vera á svona deild það var svona móttökudeild og lokudeild og
það bara stærsti vandamál í lífi þessa fólks í dag að vera hérna inni, sko. En þetta náttúrulega ótrúlega... Já, ég meina, fangelsið til dæmis mjög erfiður staður til að vera á. Það menningin sem hefur verið í fangelsunum hér til dæmis hræðileg, þung og erfið og við erum að sjá sko ofbeldi og einelti og kynferðislegt áreitni og jafnvel kynferðislegt ofbeldi. Þannig að sko það allt sem gerist þar, bara eins og í samfélaginu, en þú kemst ekkert, skilur, þú ert bara fastur þarna, sko. Þannig og þú ert kannski fastur á gangi með einum eða fleirum sem eru mjög veikir og það gífurlegt álag, sko, sem að fólk verður fyrir, sko. Ég satt einu sinni inni. Nei, ég satt með sekt á hverju Fyrir fangi. Í 9 daga. Ég átti að vera 10 dagar. Það var einhver bara þrákelkni í mér annars vegar. Ég vildi ekki borga þessa sekt. Þetta var óréttlátt. Ég vildi bara sitja inn á mér. En svo var ég líka, ég náttúrulega blaðamaður. Þannig mér fannst þetta að vera, bara geta kynnt mér þetta. Sko einangrunin lokaði þetta, Hverfisteinn ekkert eins og Litla-Hraun, sko. En komið svo rosalega óvart að þegar maður lokaður inni, hvað svona vitundin á manni verður veik, sko. Ég reiknaði með að ég geti bara lesið eða eitthvað, sko. En einbeitingin, sko, hún bara hvarf. Og ég sagði við eitthvað fangavörð sem var svona stór og mikill. Það verið ráðinn út af því að hann geti snúið mig niður. Ég sagði við hann sko vitund mín eins og þessi kollur hérna. Þú veist, það fannst ég vera eiginlega hverfa sem sko manneskja. Þetta hefði ég sittið lengur inni, þá hefði ég komið tilbaka. En það kom mér rosalega óvart hvað þetta var raunverulega mikið álag þegar bara pum, hurðin lokast. Hvað það hafði mikil áhrif. Þú veist, ég hefði ekki getað spáð fyrir það hver áhrifin væri. Nei, já, ég kannast við þetta, sko, það er rosalega margt sem gerist og sumir snúa til dæmis sólarhringnum við, þú gerir bara vakandi, sko, á nóttunni og sofa daginn og það er alls konar hlutir sem gerast í raun og veru þú ert lokaður inni og ef þú ert í einangrun sérstaklega, það er mjög erfitt og getur haft gífurlega áhrif á andlega heilsu. En að vera í fangelsi, það getur líka verið, eins og þú segir, það er mjög erfitt að einbeita sér. Þannig að sko, ef þú ætlar að taka á þínum málum og til dæmis fara að læra, það er ekki auðvelt að einbeita sér inn í fangelsi, sko. Og oft það þannig að eini tími sem er rólegur og þú vilt fara að læra er kannski klukkan 10 þegar það læsa klefanum þínum. En þá bara fer hugurinn einhvern annað, hann fer til fjölskyldu eða bara horfa sjónvarp eða eitthvað annað. Þannig að fólk er oft bara ekki að ná einbeitingu og geta sett sig inn í þetta form að læra og gera hluti, sko. Þannig að þú þarft að vera mjög sterkur til að ná framförum. Í raun og veru vegna þess að kerfið okkar býður bara ekkert upp á annað, sko. Við erum að tala svona grundvallarmál húmanisma, mannúðarstefnu, sem byggir á því að fólk geti breyst, að hinn fátæki sé svona, þetta kannski svona ef við færum bara aftur til 1800 eða eitthvað, að þá horfum menn á hinn fátæka sem var illa lyktandi og borðaði með engum kurteisissíðum og þar fram til götunum. Og þá sögðu menn að hann er svona vegna þess að þetta er bara svona manneskja. En svo sögðu aðrir að hann er svona vegna þess að hann ber byrði fátæktarinnar og hann hrifsa til sín matina því hann óttast að veri tekið af sér. Og sama með fangana að hann er svona ofbeldisfullur þar sem hann er hlekkjaður við vegginn vegna þess að hann er hlekkjaður við vegginn. Þannig ef við losum hann þá getur hann orðið maður eins og við og svo fram eftir götunum. Þetta er bara hugmyndin að ástand okkar sé ekki endurspeglun á því hver við raunverulega erum. Heldur ef við gætum bætt aðstæðurnar að þá gætum við öll blómstrað, var ég að segja. Þetta er svona humorismans. En stundum finnst manni þess vegna er ég kannski að fá þig til að tala svona mikið þetta. Að stundum finnst manni þetta vera bara eins og þetta sé veikt, sko. Að fólk sé ekkert endilega á þessu. Jú, ég held, sko, jú. Sko ef við förum bara eins og að tala þegar fólk er hlekkjað, sko við erum að sjá fólk sem er kannski
Ég veit þetta svona og ég trúi því og þú trúir því. En ég bara að tala svona í samfélagi sem við lifum í, þá virðist vera svona hugmyndum að þetta sé kannski ekki svona. Það er svona borgið sér bara að refsa, loka, henda lyklinum. Já. Og það, ég meina, það skiljanlegt og við í raun og veru kannski þekkjum ekkert annað hér. Við höfum bara verið mjög aftarlega í þessum málum hér og það má segja kannski að yfirvöld eða stjórnvöld hafi sko eiginlega klikkað á því að fræða almenning þessa hluti og þarna kannski munurinn á stjórnvöldum hér og til dæmis í Danmörku að hérna þar eru sko dómsmálaráðherra og fangelsismálastjóri alltaf að koma í fjölmiðlum og segja hvað er að virka, hvað er ekki að virka og hvað þarf að gera og við ætlum að gera þetta og prófa þetta og til dæmis ef þú ferði til Noregs og spurðu bara einhvern Norðmann hvernig fangelsiskerfi eru þið með og hann segir já við erum með betrunarstefnu, við viljum fá mannin úr fangelsi endurhæfðari og við viljum fá hann sem góða nágranna. Þetta þeir munu pottið segja bara þessa línu sko. Af því það er stöðugt verið að fræða og þetta en hér heila þó já, maður segja það en sko þarna er bara fræðsla í gangi og það er rauður þráðurinn gegnum allt það þarf fræðslu allt og hér höfum við okkur hefur mistekist þetta eða við höfum bara hreinlega ekkert gert þetta hér á Íslandi sko. Þannig að þess vegna var til dæmis það sem okkur fannst mikilvægast hjá Afstöðu er að fræða almenning og það gerðum við með greinaskrifum og hérna leyfum fólki að átta sig á hvað er að gerast inn í fangelsunum. Þannig að hérna já, þannig að það er kannski svona munurinn Norðurlöndin og að því sko nú er til dæmis Ísland eina Norðurlandi sem er með refsistefnuna. Öll hin eru með endurhæfingarstefnu. Þannig að hérna þannig að það er svona, já, kannski munurinn á þessu löndum. Akkur heldur að sé að því að við getum alveg komið með heilu bókasöfnin af rannsóknum sem sýna það að það er mannúðlegra náttúrulega, en það er líka bara hagkvæmara að hafa betrunarstefnu, fyrir miklu betur með peningin. En akkur eru við hérna með þessa þrákelgi? Já, það er þetta. Bara eitthvað í kúltúrnum okkar? Já, ég meina, okkur hefur bara mistekist að fræða almenning og við erum hrædd við almenningsálitið og við viljum ekki styggja við. Það er bara engin stjórnvöld sem hafa haft vilja til að breyta þessu? Nei, það er alveg rétt. Já, engin ráðherra í raun og veru, sko. Það hafa verið núna ráðherrar undanfarið sem hafa verið mjög svona yfirlýsingaglaðir og verið með fullt af flugeldasýningum og glærusýningum en það hefur ekkert gerst, ekkert í raun og veru. Þannig að við erum ennþá á sama stað og við erum ennþá á þeim stað að við erum með dýrasta fangelsiskerfi í heimi. Við getum ekki rekið fangelsin. Fangelsin eru rekin eins og bara þrotabúð sko og hérna ég veit að til dæmis lögreglan er ekki í þessu vanda eins og fangelsin með fjármagn. Við erum að setja peninga í lögregluna og alls konar saksóknaraembætti og alls konar átök í hérna einhverjum ákveðnum málaflokkum en við setjum aldrei pening í bakendan og þegar við gerum það ekki þá náttúrulega mun eitthvað bregðast. Núna bara í vikunni var tilkynnt að það eigi að spara enn frekar og fækka 5,5 stöðugildi í fangelsunum og ég bara verð að segja eins og að ég get ekki séð hvað er á að taka þennan mannskap. Bara að sleppa fengunum út? Já, ég meina það er alveg klárt að það þarf að gera eitthvað og það verður gert með því að taka færri fanga inn og það munu fleiri fangar ekki þurfa, eða fólk mun ekki þurfa að taka út sína dóma. Það er svo löng bíð eftir að komast inn í fangelsi að það er óréttlætanlegt að sitja mennin í fangelsi. Algjörlega, við erum með 700 manns á biðlista í dag. Þessi listi mun bara lengjast og hérna það verður fullt af, það verður 100 einstaklingar sem mun aldrei þurfa að afplána sinn dóm. Það að vera á biðlista eftir að komast inn í fangelsi, þá ertu í svona limbo í samfélaginu. Já, ég meina þú ert bara að bíða sko, það er hérna og þú veistu svona sirka að já, kannski verður kallað á mig páskana eða veistu það bara ekki að getur verið kallað í það á morgun? Nei, þú veist ekki neitt. Það getur verið kallað í á morgun og getur ekki tekið neinar ákvarðanir og ég meina í raun og veru þegar þú færð boðun að þá getur þú frestað afplánun 3 mánuði eitthvað svoleiðis. En það er ekki meira en það sko, þannig að þú veist að í raun og veru aldrei neitt og það eru mjög margir sem eru kannski komnir á annar stað í lífinu
komnir með fjölskyldu og börn og vinnu og hættir í neyslu og farnir að lifa lífinu og svo bara allt í einu öllu kippt undan og sem að náttúrulega verður oft til þess að fólk bara fellur, það bara ræður ekki við álagið og ég meina fjölskylda þarf jafnvel að flytja úr húsnæðinu og missir allt í raun og veru. Þannig að þetta mjög slæmt og ég meina við til dæmis höfum verið með hugmyndir hvernig á að leysa þennan vanda ásamt bara fullt af öðrum vanda sem í fangelsiskerfinu. Þið myndu helst vilja reka fangelsinn? Nei, alls ekki. Við myndum helst ekki vilja reka það. Jú, það er absolutt hugmynd. Já, við viljum ekki vera þjónustuaðili. Við erum hagsmunasamtök, við erum með ákveðna þjónustur svo sem, en við getum ekki verið að þjónusta okkar skjólstæðinga, okkar félagsmenn en ég meina það er alveg klárt að það þarf að gera grundvallar breytingar í fangelsiskerfinu og með endurhæfingu að leiðarljósi og við þurfum að koma í veg fyrir biðlistana og við þurfum að finna úrræði sem að við getum bara klárað biðlistana 1, 2 og 3 og það er ekkert mál að gera það en hins vegar Þú getur útskýrað það 700 manns á biðlista og ekkert mál að láta það bara hverfa? Já, ég meina við þurfum bara að setjast niður og finna hvernig við ætlum að leysa þetta og það hefur bara aldrei verið gert en það er hægt að gera það á ýmsan hátt og það er hægt að gera það rafrænt það er hægt að vera með það er að vera með öklaband eða það er að gera allan anskotan þannig að það er bara að setjast niður og finna lausn og við höfum ekki gert það er bara einhvern veginn er bara safnað upp og engin áhugi til að laga þessa hluti Láta reka á reiðanum í vonum að þetta reddist Já, ég meina við þurfum að koma upp til dæmis einhverju sem heitir ég veit ekki hvort það var kallað skilorðseftirlit ríkisins Við þurfum að hafa það þannig að þegar fólk fær dóma þá á að úthluta einhvers konar málastjóra sem fylgir þeir í raun og veru alveg frá þau fær dóm og alveg þangað til reynslulausnin búin og þessi aðili tekur raun og allar ákvarðanir með þér og öðrum náttúrulega hvert þú ferð, ert að fara í fangins, ert að fara í samfélagsþjónustu, ert að fara í meðferð, ert að fara hvað á að gera, átt að fara strax á öklabandi eða seinna eða að ferður reynslulausn hérna eða ekki það er bara málastjórinn sem á að ákveða þetta og hann á að fylgja þér allan tíma sem þú ert í kerfinu og það er til þess að ekki til að klekkja á þér heldur til að hjálpa þér að halda þessari braut hér höfum við ekkert haft svona við vorum með skilorðseftirlit ríkisins á sínum tíma og það er í raun og veru fangelsismálastofnun í dag þannig að við höfum svolítið svona ég veit ekki það er eins og alltaf verið gott í gamla daga og fangelsiskerfi líka einhvern veginn og fangelsinn, ég meina þetta voru vinnuhæli eða þetta var kallað það held ég og þar voru allir með vinnu og fyrir utan fangelsinn og fólk svona ég veit ekki, ég veit náttúrulega ég var ekki fangins á þeim tíma þannig ég veit ekki hvernig fólk kom út úr því en það virðist hafa verið betra þá. Já, það stundum finnst, þegar maður horfir aftur þá sér maður að það var svona vilji til að hafa þetta betra þótt að það hafi kannski ekki náðst en viljin sem kannski freka það sem við höfum mist að það var ekki búið að leysa öll vandamál en þú veist, við getum bara talað félagslega húsnæðiskerfi, við getum bent á ýmsa þætti þar sem samfélagi var á svona einhverju réttri leið en síðan eins og sú leið hafi bara gleymst einhvern veginn. Já, svo náttúrulega samfélagi það koma náttúrulega ákveðnar svona, hvað við kalla tískubylgjur það má ekki gera neitt fyrir gerendur og dómþólar mega ekki fá neitt og eitthvað svona við höfum haft ráðherra sem hefur hlaupið á ákveðin vagn kannski má segja eins og bara til dæmis þegar MeToo var og vildi þá ekkert gera fyrir fanga en áttar sig ekki á því að með því að gera ekkert fyrir fanga þá ertu í raun og veru að fjölga brotaþolandum skilur þolendum Já, þannig að þetta er vitlausar ákvarðanir en þetta er kannski að því bara þau veit ekki betur en við höfum svona stundum verið að gagnrýna þetta að þetta er kannski ekki hugsa til enda Hvað nú ætlum við að fara aftur ég hef til síðs að spyrja gesti mína hvernig þið munið fyrst eftir sér Já, ég held ég muni eftir mér fyrst sem frumbyggja í Seljakverfi
Held ég geti orðað það þannig. Ég var hérna kannski einn af þeim fyrstu sem fluttum í blokkirnar í Seljakvarinu á sínum tíma sko, og það var náttúrulega ég man svona nokkuð daginn eftir því, bjóð þar kannski fyrstu 11 árin og í Breiðholtinu og síðar já, þannig að svona kannski minningarnar eru svolítið þaðan sko. Úr því hverfi? Já, úr Seljakvarinu. Þetta er ekki nú fádæma vel skipulagt hverfi? Jú. Síðasta eiginlega vel skipulagða hverfið í Íslandi? Já, maður segja það. Veist að ég á mikið að góða minningum þaðan sko. Er það þannig að það segja mér að arkitektar og skipulagsfræðingar að þarna hafi verið bæði blandað að svona hugsaðum sko svona blandaða byggð af hérna einbýlishúsum og raðhúsum og blokkum og það verið líka verið svona skipulagt þannig að börnin gætu sko ferðast hverfið án þess að vera á götunum og... Já, algjörlega. Þetta var þannig og er þannig í dag og þetta var náttúrulega svolítið sérstætt sko, þarna var náttúrulega kannski við sem vorum í blokkunum og fátækafólkið og svo var ríka fólkið í einbýlishúsunum við hliðina og þetta var sem að... En þið voru saman í bekk? Og við vorum saman í bekk og þetta var svolítið sérstætt sko og En vinir þínir, voru þeir úr blokkunum eða blandaði þetta? Já, bara blandað sko, þannig að Þetta var líka þannig þegar ég var alast upp sko, þá var þetta svona blandað að það voru ríkisbubbar og svo bara við fátæku krakkandi saman og líka þegar það var svona vinn á sumrin og svona, þá var maður bara að vinna með fólki úr allstaðar. Ég held þetta sé ekki svona lengur. Ég held það sé miklu meiri svona aðgreining að ríkisbubbarnið gæti komist bara orðið ráðherra fyrir Þjóðstjórnarflokkinn á þess að hitta nokkuð tíma fátæka mann. Já. Ég er ennþá í samskiptum við það sem maður kynntist þar sem krakki sko, og ennþá er staðan þannig að ég er fátækur og þeir eru milljarðamargar þannig að þetta er svolítið sérstætt. Já. En af hverju varstu fátækur sem barn? Já, ég bara fjölskyldan held ég hafi bara verið fátæk. En af hverju heldur hún að hafi verið fátæk? Já, það var náttúrulega bara þannig að pabbi var trukkabílstjóri og var einn að vinna, mamma var bara heimavinnandi og hún fekk, ekki var hún á launum við það eða félagslegum bótum eða neinu slíku sko, þannig að það var bara ein innkoma og ég held að það ekki bara verið staðan þá sko, þannig að þetta var alveg verkamanna fjölskylda. Já, ég man samt víst í raun og veru sjálfur ekkert eftir að við höfum verið eitthvað fátæk sko. Það vant ekki mat á borðið? Ég menn hafa alltaf matur, já. En vissur samt, og fannstu ekki fyrir því að þið þurftuð að neita ykkur eitthvað sem öðrum var sjálfsagt? Þau voru ekki í sárafátækt? Nei, ekki slíkt sko, held ég. Þannig að þó að aðrir segja það kannski, en ég man ekki eftir því sko. En hver er pabbiðinn eða hver var pabbiðinn? Þóroddur Ingi, hann er ennþá trukkabílstjóri, 72, 3 ennþá að keyra, segist ætla að fara á eftirlaun þegar konan fer á eftirlaun og hún er yngri en ég þannig að það er einhver bið í það já. Þannig að það er allt bara í góðu þar. Já, voru þið líkir? Nei, ég held ekki sko. Kannski einhverju leyti, ævintýra þrá kannski og já, en ég er svona svolítið kannski snöggur að taka ákvarðanir og það hefur kannski verið slæmt og líka gott, en aðalega slæmt held ég og hvatvís og kannski áhrifagjarn, ég veit það ekki, þannig að en hann tekur ekki ákvarðanir, hann býður endalaust sko, þannig að hann kannski ólíkir þarna sko. Erfitt að fá svar já eða nei sko, það er bara skoðumáli þannig að já, þannig að Varstu í átökum við pabba þinn í æsku? Nei, ég man ekki eftir því. Þetta var bara venjulegt. Og friðsæll á heimilinu? Já, algjörlega. Það var ekkert vesen. En mamma þín? Já, mamma er látin, hún lést fyrir tæpum 3 ára eða 2,5 og krabbamenni. Og já, hún var svona, hún var svona, þetta var allt voðalega erfitt fyrir hana sem tengdist mér sko. Sem ég var náttúrulega óbærslega góður krakki og var í skáti og annað, en svo breytist eitthvað. Hún hafði trú á þér? Algjörlega sko. Og alveg
til enda sko. En þetta var alveg erfiður tími sko þegar maður var fór á ranga braut sko. Þannig að ég get alveg sagt það sko. Og systkini? Já, ég sem sagt elstur af 4, 1 bróðir og 2 systur. Og mamma þín heimavinnandi? Já, hún var það, já. Þannig þegar þú komst heim úr skólanum að þá var... Já, þá var hún heima, já. Smurt fyrir þig? Já, algjörlega. Það var... Alinn upp eins og prins? Algjörlega, sko. Það var gert fyrir mann, sko. Alinn upp eins og prins? Já. Og góður á heimili? Já. Ekki átök? Eða? Nei, þetta var ekki svo aldrei vesen sem ég man eftir, sko. En vesen út á götu og í skólanum, eða? Ég veit ekki, sko. Ég man eftir að hafa verið reikinn úr skóla og ég held ég hafi ekki verið einhver villingur eða eitthvað. En af hverju heldur þú hafi verið reikinn úr skóla? Ég kemur ekki fyrir marga. Ég hef örugglega verið frekar erfiður við kennarana, sko. Kannski frekar, sko. Og en ég man eftir því. Ég man eftir að hafa verið erfiður við kennara. Þessum að uppstætt? Já, ætli það ekki. Man eftir að vera reikinn úr tímum og eitthvað slíkt sko. Og hvað það? Vil ekki beygja sundur valdera eða hvað það? Já, kannski. Eða bara... Þú varst ekki út sko, hinni voru inn í krakkanir. Hvað er munur á þér og hinni krakkanum? Ég ekki með svör við því sko. Það ég man alltaf eftir einu kennara, starffræðikennara, hann var nú fangavörður líka sko, þannig að hann vildi hafa aga á þessu. En ég var sem sagt í Öldurselsskóla og fór síðan í Lauganes og Laugalækjarskóla smá tíma. Af hverju? Það þurftur ekki nú? Nei, af því að þá fluttum við úr Breiðholti og í Ártúnsholtið og síðan fór ég aftur í Öldurselsskóla seinna sko. Þannig að kláraði þar í raun og veru grunnskóla. Þú sagðist að vera frumbýlingur hérna í Seljakörju. Er þetta ekki á þeim árum þar sem að voru sko átök á milli Fellakörjus og Seljakörjus? Jú, algjörlega. Það var oft... Og bara herleiðangrar og... Ég man eftir, bensínsprengjum og vera að kasta alls konar grjótum og þetta var alveg mjög sérstakur tími. Þetta er eitthvað sem við sjáum ekki í dag, sko. Nei, ég var í svona, þegar ég var mjög ungur, þá bjó ég út á Seljavegi og þá var ég í Hauskúpunni á satt bræðrum mínum. Það var svarta svipan á Meistaravöllum, rauði krossin og Öldugötu, látlausar erjur. Ég segi það stundu svona þegar ég vil hneyksla börnin mín í jólabóðum að þegar ég var 5 ára átti ég Gaddavírssvipu. Já. En ég held að ég hef aldrei verið sko, Varstu ekki í þessu? Ekki, ofbeldi eða eitthvað slíkt hjá mér það var aldrei neitt slíkt og ég hef aldrei verið Þannig þú tókst ekki þátt í þessum hermiðum? Nei, ekki neinu slíku held ég. Af hverju ekki? Ég bara veit ekki ofbeldi hefur aldrei verið í mér einhvern veginn sko. Aldrei slegist á skólalóð? Örugglega einhvern tíma slegist Hrind ykkur? Nei, jú Það hérna í Kanada, það var að hrinda voru krakkar að hrinda ég veit ekki hvað kannski það dáið Já, en það hefur ég held að sko eftir allt þetta vesen hjá mér farið held ég ekki lögregluna til að segja að ég hafi verið ofbeldis eða sé hættulegur einstaklingur eða eitthvað slíkt sko. En þessi krakkar sem voru í þessum átökum þeir eru ekki allir hættulegir einstaklingar sko. Þetta er náttúrulega bara eitthvað svona bara menningin og taka og eitthvað svoleiðis sko. En jú, það voru hefnd og svona, allir kemur einhver úr hinu liðin og gerir einhverjum okkur eitthvað og við sjáum þetta svo sem einhverju ljós í dag sko. Svona einhverja mynd af þessu þó að sé öðru vísi kannski en já En þegar 12 ára þá ertu fluttur upp í hvað Ártúnsholt eða? Já, þá flytti ég á Ártúnsholtið Það er svona tími í ævinni þar sem að maður veit alveg að maður verður fullorðinn og svona átt að sjá því að þú reyndar þetta búin að segja hér áðan að þú hafi verið svo seinþroskað ég veit ekki hvað þú hafi hugsað þannig en hvað sástu fyrir þér að yrði úr þér? Já, seinþroska, ég held ég að vera mjög þroskaður í ákveðnum hlutum en seinþroska ég kannski öðrum og ég var til dæmis mjög snöggur að stofna einhver fyrirtæki og fara í einhvern rekstur og var með alls konar bara fyrir 20 þá var ég búinn að vera með samlokugerð og matvælaframleiðslu og hamborgarastað og öryggisþjónustu og alls konar svona og
svo hafði ég aldrei þolinmæði að klára dæmið sko, einhvern veginn sko, eða fór alltaf út í eitthvað nýtt. Þegar hugmyndin meira freistandi heldur en verkið. Já, kannski, og ég menna kannski náttúrulega var ekkit heldur mikið til að peningum og annað, þetta var, það þarf peninga til að halda svona hlutum, sérstaklega eins og með öryggisþjónustu og annað. En ég var, ég meina, ég gerði óbærslega marga hluti hérna í byrjun. Ég var með skemmtistæðin Tunglið 95 og 6. Á eftir hverjum? Björgólfur Thor og Vilhjálmur? Nei, ég man nú ekki hverju voru. Þeir voru þarna fyrst eða ekki? Já. Þetta gekk eitthvað svona á milli? Já, en heldur við höfum tekið 95 og í byrjun árs 97 vorum við hættir sko. Og þá flutti ég til Spánar, opnaði bar þar, þannig að þetta var einhver svona, ég veit ekki alveg hvað að segja, þessi ævintýraþrá eða vera sjálfstæður eða eitthvað slíkt sko. En ég sé í dag að ég hefði aldrei átt að vera sjálfstæður. Nei, ég meina bara, jú, ég gerði helling og lærði helling og en í dag finnst mér bara fínt að ég að vinna hjá öðrum og mér finnst það bara mjög gott sko. Og kannski að vinna í fyrsta skipti hjá öðrum. Svona veitingarekstur getur verið á svona næstu í gráu svæði. Það var einhver af þessum sem voru að reka Tunglið, sagði mér að svona eftir kvöldið hafði hann komið með sko 2 plastpoka fulla af peningum og sett í aftursætið og keyrt heim. Já, ég meina þetta var náttúrulega svolítið öðruvísi þá heldur en núna. Og jú, ég meina á þeim tíma þá held ég allt hafi verið svart, meira að minna sko. Það var bara einhvern veginn þannig sko. Og kannski bara, ég veit ekki af hverju þetta var svona. Nei. Kannski af því þetta svona eitthvað sem gerist í nóttinni, þá svona bara samkomulag einhvern veginn í samfélaginu þetta tilheyrir. Stundum eru næturklúbbar þannig að þeir mega vera reknir bara af mafíunni og bara ég bara vil ekki að gerist neitt í þarna. Ég vil ekki heyra af þessu. Þá megi ég bara eiga þetta og hafa þetta. En vegna þess að þetta eiginlega svona starfsemi sem eiginlega ekki hægt að hafa inn í einhverju svona löglegum rekstri sko. Þetta var náttúrulega mjög erfiður rekstur, þú veit með stað, rísastóran stað sem bara opinn á föstudags- og laugardagskvöldum. Sko í raun og veru frá kannski 10-11 kvöldi til 3, það var fyrst að loka þá og Íslendingar einhvern veginn fara mjög sent út, þannig að þeir voru kannski að koma bara eitt liti, þannig að þú veist með 2 tíma, 4 klukkutíma í sölu og áfengi á viku sko og þetta var bara algjör geðviki í raun og veru sko, þannig að gekk ágætlega tíma sko. En Gummi 12 ára, hann vildi sem sagt verða sjálfstæður, stofna fyrirtæki og verða ríkur eða eitthvað. Já, ég held að það hafi verið svolítið á þeim tíma og lengi vel, skilur hugsun, svona fjármála rugl og að eiga eitthvað og verða eitthvað og eiga mikið pening og það var svolítið þessi hugsun á þeim tíma. Kannski ekki 12 ára en aðeins seinna og í raun og veru fylgir það líka náttúrulega þegar maður fer í þennan ólöglega bransa svolítið sko líka að þú veist að viðhalda ákveðnum standard og Hvað er standard hvað? Að vera á flottu bíl eða? Já, eitthvað svo liðis bara. Eða vera með mikið af peningum og finna það að allir sem eru í kringu þig á borðinu að þú ert Aðalkallinn? Aðalkallinn. Já, ég held að sé kannski eitthvað svoleiðis og þetta er náttúrulega bara einhvers konar veiki, held ég sko. Þetta segir okkur líka reyndar að sko hvað peningarnir hafa mikið vald að ég held að þú veist, sá sem er með peningi við borðið að svona automatist þá halla allir sér að honum. Að peningar eru ótrúlegt vald yfir fólki. Og ég meina, veist, eitt af því sem við erum að gera í dag í fangelsunum er að ræða við ungt fólk einmitt að sko það mun alltaf á endanum græða meiri pening og eiga betri líf sko með því að vinna fyrir peningunum og vera bara á vinnumarkaði eða stofna kannski lítið verktakafyrirtæki eða með hjólburu og skóflu, skilu, eitthvað svoleiði sko. Þannig að staðan fyrir að vera í stöðum undir heimastarfsemi sko sem á endanum mun ekki skila henni sko. Það er bara í flestum tilfellum þannig sko. Ég spyr alltaf fólk líka annara spurningar sem þegar þú varst barn á æskuheimiliðinu. Upplifðirðu að þú værir elskaður og velkominn? Algjörlega, já. Alla tíð. Bara, þetta var,
Ég man ekki eftir neinu slæmu í æsku, sko. Þannig að bara, ást og umhyggja og allt þetta var algjörlega upp á borðum hjá okkur, sko. En síðan ferðu og stendur í ýmsum rekstri sem leiðir til þess að þú ferð í ólöglega starfsemi og svo ertu náttúrulega nappaður. Og þá einhvers staðar á leiðinni eða þá, ég veit ekki, rennur upp fyrir þér að þú hefur tekið bara afdrifaríkt rangar ákvarðanir í lífinu. Vittlausar. Þú hefur verið sjálfur verstur. Af hverju komst þú þessum, við getum sagt þessum dreng í þessa stöðu. Hvað er að þér? Af hverju gerur þú svona? Það rann nú ekkert upp fyrir mér alveg strax, sko. Nei, alls ekki, sko. Er þessi hugsun, kannastu þessu hugsun? Já. Þú veist, hvað er það sem að veldur því að ég er sjálfur mér svona vondur? Tek sjálfur svona ömurlegar ákvarðanir sem að leiða mig í þessa stöðu? Já, ég kannast alveg við þessar hugsanir og en sko þegar þú ert komin í fangilsi og sko þegar þú ert búin að þurfa kannski að upplifa eins og það fjalla mikið því í fjölmiðlum og þú ert komin á þann stað sko sem að þér finnst kannski að þú eigir ekki neitt séns í lífinu aftur og þá einhvern veginn bara stimplar það inn í hausina að þetta er bara það sem þú ætlar að gera þú ætlar bara ekki að hætta þessu, þú ætlar bara að vera í þessu og það er bara oft þannig hjá föngum að þeir eru bara í fangilsi til að læra betur og kynnast öðrum og geta gert glæpina betur byggja tengslanir í raun og veru og það gera fangar allstaðar sko, allstaðar í heiminum sko ég hef oft sagt sko, nú hef ég farið 2 í fangilsi og í fyrra skipti þá sá ég enga ástæðu til að breyta einu eða neinu ég ætlaði mér aldrei að læra neitt eða verða neitt sérstakt skilu, ég ætlaði bara að halda áfram sem brauð en bara ekki láta nappa þig aftur já, nákvæmlega og því er ekkert að gefast upp skilu, það er bara að halda áfram, þetta kemur allt saman en ég er samt alveg á því sko að þegar maður er ungur í fangilsi og það kemur einhver til þín og segir bara, heyrðu, hvað viltu verða þegar þú verður stór? Eigum við ekki að setja þess yfir þetta og hvað hefur áhuga á og ef að þú gerir þetta og vill læra þetta, þá getum við hjálpað þér í þessu og við getum setið þess að þú far reynslulaust þarna ef þú klárar þetta og eitthvað svona. En þú segir, ég vil vera aðalkallinn. Já, ég meina það er náttúrulega bara leið sem að þú þarfst að velja og veist annarkvort viltu vinna í þér og þínum málum eða þá að velja hina leiðina en sko það þurfa samt allir að eiga möguleika á sem sagt betrun á leiðinni sko hvenær sem er í áplánunni og ég hef bara engan áhuga á því sko. Ég hef verið með fulla hendur af fjár verið aðkallið við borðið bara vaknað þegar ég vildi og sofnað þegar ég vildi og étið þegar ég er svangur og drukkið þegar ég er þyrstur og allt þetta og ég ætla að senda mig og vera eitthvað undirmaður, eitthvað hundleiðilegs verkstjóra við fyrir eitthvað skítalaun eitthvað staðar og búa eitthvað rándir í leiguíbúðir í bæ Þetta heldur ég að þið sé til að skipta við þig þetta? Já, ég meina, sko, ég til dæmis áttaði mig ekkert á þessu fyrir en ég sá í raun og veru hvað ég var að gera mínum aðstæðum í raun og veru og þá var ég í sambandi og þá áttaði maður sig á og þá fekk maður áfall, skilur, þetta er að því að maður sér áfallið í öðrum og þá fyrst áttaði ég mig á til dæmis lífinu og svona hvað er mikilvægast og hvað þarf að gera og ég í dag hugsa þessa hluti allt öðruvísi heldur en áður, sko. Þannig að oft þarf bara þess vegna til dæmis það sem við erum alltaf að hamra á er að styrking fjölskyldubanda er mikilvægasti lykillinn í endurhæfingu að því meiri tengsl sem og styrking þessara fjölskyldubanda verður því minni líkur er að þú brjótir að þér og þú sérð hlutin alltaf öðruvísi þú sérð hvað þetta er erfitt fyrir móðina eða maka eða börn, sko. En það er ekkert allir sem komast á þann stað endilega að átta sig á því, sko. Þannig að en í fyrra skipti sem ég var í áplánuna þá var ég bara einn svona þannig og aðalkallinn og eða ég hélt það og
En í seinna skipti þá vissulega sá maður, þá var maður bæði eldri og í sambandi og maður sá hvað maður var að gera fjölskyldu og maka sko. Þannig að Hvernig sérðu það? Sérðu það vonbrigðin í augum aðstandandina fyrir að horfa á því? Já, ég meina, þegar manneskja er kippt úr samfélaginu inn í fangelsi kannski í lengri tíma, þetta bara í raun og veru eins mikið áfall og það sé dauðsfall í fjölskyldunni sko. Þannig að þetta tekur virkilega á sko. Þannig að maður áttar sig ekkert á því og ég meina ég til dæmis áttaði mig ekkert á að móðir mín eða systur hefði verið hjá sálfræðingum í fyrra á planinu sko. Ég bara hafði ekki hugmyndið það og var ekkert að hugsa um það sko, endilega sko. Þannig að þetta bara svo mikilvægt að fólk sjái hvernig fjölskyldan tekur þessu og en það vantar stundum, ég meina sumir ekki með fjölskyldu, ekkert bakland kannski búin að brjóta alla brýr eins og sagt búin að missa sína fjölskyldu já, en gefast upp á viðkomandi já, í raun og veru sko, en það á alltaf samt möguleika, þannig að fólk getur verið fast í sko deilunni eða það getur grafist niður átök á milli nákomina, það getur bara versnað og versnað alveg eins og þú geta batnað sko, það getur líka bara versnað sko. Já. En við sjáum nú samt sko að fólk vill vera í samskiptum við fjölskyldu þegar það er í fangelsi og oft er fólki meiri í samskiptum við fjölskyldu meðan það er í fangelsi heldur en út í samfélaginu. Fólk verður ekki fólk eitthvað svona háðara þegar það þarf alls konar aðstoð þannig að fanginn þarf eiginlega alltaf að vera að biðja aðstoð þannig að hann getur eiginlega svo lítið gert sko. Það er þannig sko. Þú verður háður utanaðkomandi og en sumir, eins og sé, sumir þurfa þess ekki og eru bara einir og en þá kannski það er öðruvísi og sorglegt. Herðu, en af hverju fórstu á glæpabrautina? Þú varst að reyna að koma undir fótunum af svona rekstri. Þú ert svona, ég veit ekki hvað það heitir, þú veist, það er svona, ég hef stundum sagt að sko að svona 20% af fólki hrifnar eiginlega hugmyndinni. Það er svona, þegar þú ert að fara að undirbúa að gera eitthvað, þá er það alveg besta fólki sem þú getur haft með þér. En 80% af fólki vill bara sjá framkvæmdina, vera að taka þátt í að gera það. En þá er kannski hugmyndafólkið, þegar þetta er komið á skrið, þá er kannski hugmyndafólkið sko, vill alltaf vera eitthvað að róta í öllu en það sem er kannski betra bara að fara að gera hlutina. Þú ert þarna hugmyndamegin, þannig að þú ert alltaf að stofna eitthvað og lýsir því þannig eins og þú hefur ekki eitthvað í þér til þess að fylgja því eftir, en þú sagði líka að þú hefur kannski ekki haft svona aðstæður og vantað svona fjármagn og fleira til þess að koma öryggisfyrirtækin á koppinn og þá ef maður er alþýðustrákur úr Breiðholtinu og vantar fjármagn og þá er náttúrulega mjög sniðugt að fara bara að redda sér pening. Ef bankarnir takk ekki á mótum henni. Var það þannig? Bara fórstu út í glæpi að því að vantaði bara pening? Nei, ég bara fór sjálfur í neyslu og ég svona einhvern veginn var fyrir með sambönd út í heimi og þannig að þetta var svona frekar einhvern veginn bara auðvelt og bara leið og þú ert komin í neyslu og þá einhvern veginn þetta kostar pening og maður þarf einhvern veginn að framfleyta sér og og þá Herbalife. Já, ég finn þetta bara Sumilegt er þessi heimur eins og Herbalife. Algjörlega. Að þú fjármagnar þína neyslu með því að selja 10 öðrum. Já. En svo viltu selja meir en 10 öðrum og þú vilt selja kannski 100 öðrum og vilt fara ofar í keðjuna, eða ekki? Jú. Já, þannig að veist, í raun og veru Hvaðan fékkstu samböndir út í heimi? Hvaðan? Máttu kannski ekki segja það verður Já, ég einhvern veginn bara var strax með mjög góð sambönd í þessum heimi bara áður en ég var byrjaður sjálfur í neyslu og það bara kynntist ég fólki úti sem að átti ýmis fyrirtæki og diskótek og allt þetta og þetta bara einhvern veginn ég var bara einhvern veginn var þetta bara þarna sko, einhvern veginn sko. Þannig að ég veit ekki hvernig ég á að segja sko. Sennilega var það bara að því að ég var með tunglið hér og svo var ég að fara út og hitti og kynntist svona eigendum annarra diskóteka þarna úti þannig að þetta var bara einhvern veginn lág þarna fyrir
Og í neyslu í þessari sögu ekki að drekka brennivín, heldur eitthvað að sniffa kók eða eitthvað? Já, það var bara, það var mitt. Og en áfengi, jú, það var náttúrulega líka. Já. En ekkert samt. Ég hef aldrei verið fyrir áfengið, sko. Þannig að bjór vondur og þannig að já. En þegar þú smakkar kókaín fyrst þá það bara... Já, það var bara eins og því lýst. Þú farðir einu sinni og hættir ekki. Það var svolítið þannig. Og af hverju? Hvað? Það ekki alveg algilt, sko. Nei, það ekki algilt. Óttast þetta og hrindir svo frá sér, en þetta bara passaði akkurat inn í þín persónuleika. Þetta var það sem vantaði í Gumma. Já, allir ekki. Bara á þeim tíma, sko. Ég hef svo sem voða litlar skýringar á því, en þetta var bara einhvern veginn bara svona, hvað ég segja, félagslegur þrýstingur líka. Þannig að því það voru allir aðrir á þessu. Það má segja það. Og þú komin yfir 20? Já, ég var komin yfir 20 þá. Og vel yfir 20? Já, ætli ég ekki verið svona 22 eða eitthvað. Það er ekki, ég man það ekki alveg. Og þetta svona örlaga atriði í þínu lífi að verða háður kókaíni? Já, ég var svo sem ekkert háður í mjög lengi, en einhver ár, sko. Nótur þess að taka... Já, frelsið og allt saman. Klúður öllu og missa allt og já, algjörlega, það má segja það. Þetta hefur verið svona örlega valdur í mínu lífi. Algjörlega. Og hvað gerður þú? Fluttir inn kókaín, eða hvað? Já, ég flutti inn alls konar drasl á þeim tíma. Og varst stór í... Það er það ekki þannig að segjum að þú sett þarna á þessu tíma að koma undir fótunum í undirheimunum. Þá er það náttúrulega fyrir stórtækir innflytjendur sem er ekkert endilega ánægðir með að fá samkeppni. Þessi fyrirtæki þarna í undirheimunum, þau eru ekkert hrifnari af samkeppni heldur en bara Eimskip og Samskip. Þau reyna allt til þess að koma á fótunum fyrir þann sem er að koma inn á markaðin. Það voru færri á markaðinum þá heldur en meir í dag. Þannig að ég hugsa það sé alveg hægt að segja það. Þannig að voru fáir svona stórir kannski á þeim tíma. Og varst þú stór? Já, ég hugsa við getum alveg sagt það á þeim tíma. En kannski ekkit endilega með að hvernig þetta er í dag, sko. Ég bara, ég veit ekki almennilega hvernig þetta er í dag, þannig að en já, þetta, ég meina allavega þessi mál hafa alltaf verið kölluð stór þannig að og þegar ég var handtekinn í Danmörk á sín tíma þá var það kallað stórt á evrópskar mælikvarða. Þannig að, já. Þú varst að flytja inn til Danmörkur? Já. Þannig að þú varst alþjóðlegur glæpamaður? Alþjóðlegur. Skipulögð glæpastarfsemi? Jú. Það var, ég var þarna í Danmörku. Varst þú hluti af einhverju stóru neti eða varst þú að stýra þessu? Nei, ég var bara einn, sko. Ég var bara einn, sko. Þannig að, já. Þannig að þetta var svona, veist, þegar var verið að lýsa þessu kannski í fjölmiðlum eða fyrir dómi og þá svona kannast maður ekkert alveg endilega við, sko, það sem var verið að lýsa. Nú, af því? Já, ég meina höfuðpaur evrópsk glæpahrings, ég sá mig ekki þar, sko, og þannig að já, það var svona maður var stundum ekki alveg átt að segja á því hvert þeir voru að fara, því mér fannst ég bara vera einn, bara Gummi litli og frjáldur að gera eitthvað og en þetta var svolítið þannig að það snerist allt þetta, að maður væri einhver sem sagt höfuðpaur sem maður var vissulega í þessu máli, en á sama tíma þá náttúrulega snerist allt í kringum þetta, eins og þess þegar lögreglan er að keyra þau eða það er bara að vera að flytja á milli fangilsa eða til tannlæknis eða læknis eða eitthvað, að þá er alltaf viðbúnaðurinn, sko, margfalt á við kannski aðra en það var bara þegar maður var með þennan stimpil í raun og veru í kerfinu, sko. Þannig að sem mér fannst auðvitað algjör óþarfi, sko. En svona var þetta bara. En ef þú hefði verið það sem að þú varst sagður vera og svo erum við að tala löngu seinna málið,
Yrður ekki líka svona aðeins að downplaya svona það sem að þína stöðu? Jú, örugglega, sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvort ég að tala við sakborningina eða Gumma hérna. Jú, ég meina, jú, örugglega, ég örugglega að gera mjög lítur. og það gera fangarnir að það bara að þú verður að hérna, það einhver saga sem að þú verður kannski til þess að geta lifa við það, kannski vegna þess að þú verður að hérna, gera minna úr því út af hérna ákæru valdinu og dómstólum og eitthvað fleira og þú ert bara inn í þessari sögu og kannski þegar það líður og þá veist ekki alveg hver sagan er. Já, ég held sko að sko... Hefurðu gert þetta upp svona? Nei, ég hef aldrei gert upp. Ég hef verið beðinn að koma í alls konar viðtölu út af þessu en ég hef bara einhvern veginn ekki séð. Af hverju ekki? Já, ég veit ekki, kannski ætti maður að skrifa bók þetta eða hérna skrifum svona hverju voru að djamma með manni hérna á Íslandi á þeim tíma sem myndi fara marga hverju voru hvar? Já, en hérna en sko svona almennt held ég að fangar tala þessu svolítið upp sko heldur þau niður. Já, í fangelsum. En ekki að þau kæmi hingað. Nei. Þannig að þú ert kannski, varstu aðal kallinn hérna í kaffitímanum á Litla-Hrauni? Já, maður, það eru allir að spila sér stóra og hérna eru aðal spaðarnir og hérna staðistir í öllu og hérna það er bara eðlilegt, það er allstað þannig sko. Mér fannst það áðan þú varst að segja þetta, þess vegna var ég að spyrja þessu. Eins og verður að segja mér eitthvað og það væri svona að renna upp fyrir þér að þú hérna, passar ekki alveg inn í þessa sögu sko. Þannig þess vegna spyr ég hérna, hefur ekki veltið fyrir að gera þetta upp sko, eins og að því að það gerist náttúrulega bara gömul saga og allir bara passa maður ekki í hana og það er þá bara aðeins Jú, þetta er náttúrulega heldur með þetta hvað raunverulega gekk á og hvað gerðist. Jú. Ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað sem maður á að vera að halda áfram með sko. Ég vil frekar einbytta mig bara að ekki á mér heldur í raun og veru að því sem við erum að vinna að mér finnst ég eyðileggja kannski svolítið fyrir með því að vera að ræða mín persónuleg mál En við erum nú staddir í svona helgar viðtali Já. Það er erfitt að komast hjá því En segðu mér eitt, varstu ógeðslega ríkur og með mikið peningum? Nei, aldrei Nei, ekki? Nei, Hvað gerður þú við peningin? Ég meina, það var gaman á einhverju tímabili en ég var aldrei mjög klár með peninga og ég hef aldrei verið. Það var bara eitt stórt partí? Já, má segja það. Og þú braust hérna lögmál? Ég var ekkert í dag til dæmis. Ja, þú geymdir þetta ekki í aflandssegjum? Nei. En þú braust hérna grundvallarreglu sem er að don't get high on your own supply? Jú, það passar. Og þú getur ekki mælt með því að... Nei, ég get ekki mælt með því. Það er eiginlega álíka vitlaust í uppbyggingu í business eins og hérna bankamenninir sem vitnar áðan að hérna láta banka kaupa eigin hlutabréf. Það getur aldrei endað nema með hörmungum. Já, nei, þetta er, ég get í raun og veru ekki mælt með engu af þessu, skilur. Þú ert ekki góð fyrirmynd? Nei, í raun og veru ekki. En þú ert handtekinn í Danmörku og satt inn í þar eða? Já, ég satt inn í þar. Hvar? Það var hérna Vestre, Köge, Helsingør, Njúborg. Okkur er svona víða? Að því að sem sagt, fyrst er maður í gæsluvarðhaldi og þá stundum flytjaði mann á milli og hérna heldur hafi verið einhverju vandræðum, við vorum náttúrulega nokkrir sko og hérna en ég var eiginlega mesta tíman í Helsingør sem er svona arresthouse sem er í raun og veru bara fangilsi inn á lögreglustöðinni sko. en það er samt stærra heldur en Litla-Hraun sko. Þannig að hérna, fangilsi sjálft sko. Þannig að hérna, en svo þegar þú fær dóma þá ferðu í ríkisfangilsi og það var Njúborg þannig að hérna og þetta skiptir máli að þú sittið inn í þarna því að þú færð svona aðra sýn á refsikerfi Skandinavíu og býrð að þessu þetta er kannski reynsla sem þú myndir ekki vilja hafa en þetta er góð reynsla algjörlega sko, ég minna sko maður hefur svo mikla reynslu, maður er sittið inn í svo mörgum fangilsum og það er að nýta það sko algjörlega og það er það sem ég geri sko áður fyrir þegar ég var í fangilsum þá man ég alltaf eftir að fangilsum voru alltaf að segja, herðu þeir eru nú heppnir að fá þetta því að í Danmörku er þetta svona en svo þegar ég var komið frá Danmörku þá segja, herðu í Danmörku er þetta nú svona, okkur fáum við ekki svona en hérna ég var
mjög hrifinn af dönsku fangelsiskerfinu og ég notast og við í Afstöðu notust það svona til hliðsjónar allt sem við vinnum að og þó ég hafi verið mjög hrifinn að þá vill ég samt ekki fara þangað aftur en þeir eru með ótrúlega gott kerfi þar sem allt er byggt upp á að endurhæfa og að fólk komi betri út, endurhæfðari út og hafi eitthvað markmið og komi með eitthvað í farteskinu út sko. Það er að segja diplóma eða einhverjar skólagráður eða úr einhverju námsleiðum og það geta verið alls konar. Þannig að á meðan að þeir eru að útskrifa úr fangelsunum iðnaðar fólk eða prentara eða múrara eða eitthvað að þá eru við hér á Íslandi að útskrifa öryrkja í raun og veru. Það er munurinn sko. Þetta er fyrri dómurinn? Þetta er seinni. Seinni dómurinn. Þannig að þú snýrð af braut inn í þessu góða fangelsiskerfi. Þannig að þú getur sett að reynsluðinni. Algjörlega sko. Það var bara í raun og veru bara þegar ég var handtekinn sko, það var punkturinn sko, það var þannig að En fyrir dómurinn? Þá varstu tekinn hvað, hérna heima? Já, hérna heima. Og það var bara rétt fyrir aldamótin sko, 28. desember 99. Og ég ætlaði að vera í New York aldamótin en var í einangrunarklefa á Litla-Hrauni. Og það var engin flugveldarsýning þar maður heyrði einni ílu á Eyrarbakka en það var eina sko þannig að það fór aðeins öðruvísi en ætlað var sem betur fyrr kannski Sem betur fyrr? Og þú varst ekki sáttur að vera þarna inni? Nei, ég var ekki sáttur þá sko. Hvað fyrstu langa dóm? Sko þetta voru 2 dómar settir í einn, það er 12 ár og svo fekk ég 12 ár í Danmörku þannig að það er sko 24 ár í heildina Dómarnir, en þú sast ekki svo lengi inni, annars var ekki hér. Satt inn í 16 ár í heildina. 16 ár? 16 ár. En sko, í fangelsi? Sko, fyrra skipti var ég í 8 ár í fangelsi nánast, eiginlega allan tíman á Litla-Hrauni, en í seinni ápláni þá er komið fleiri úrræði, sko, eins og ökklaband og vinna fyrir utan fangelsi og búið að lengja tíman á áfangaheimilinu vernd sem er núna held ég 18 mánuðir sem er óbærslega gott úrræði sko. Og nauðsynlegt það er þessi stigaskipting út í samfélagi er óbærslega mikilvægt þannig að svona til að fólk bara svona venjist við í raun og veru hægt og hægt af því að þetta er erfitt í raun og veru Nei, fyrir dómurinn, það er báðið 12 ár fyrir dómurinn þá situr inn í 8 ár 2/3 hluta tímanum og er svo bara á reynslulausn Seinni það verður 12 ár og situr hvað lengi í fangelsi? Já, ég man ekki alveg hvað, það er náttúrulega 8 ár í heildina með ökklabandi Gerður ekki svona strik eins og vegnum? Jú en alltaf ekki verið 5 ár 4-5 ár og síðan restina á áfangaheimili og opið fangelsi áfangaheimili og ökklaband og í raun og veru sko er erfiðar að vera á ökklabandi eða á áfangaheimili heldur en í fangelsi af því að þú þarft að standa þig, þú þarft að fylgja reglum og þú þarft að hugsa fyrir öllu sjálfur og það er ekkert sem má fara úrskeiðis í raun og veru þannig að þú ert allan tíman á nálum og hefur freistingar til þess að brjóta sem hefur ekki valkostin inn í fangelsinu þannig að við sko ættum að nota slík úrræði mun meira vegna þess að þau reyna miklu meira á það eru erfiðari tími það reynir á fólkið og það skemmir að minna að vera lengi í fangelsi skemmir fólk þó að ég telji mig kannski ekki endilega skemmtan en ég veit ekkert það en Þú hefur heyrt nú að fólk segir sem svo eitthvað að ég meina bara eins 2 ára dómur að það mun bara markera mannin til æviloka Já, og þú búin að sitja inni sko, hvað 13 ár bara í fangelsi sko, og svo ökklaband og Já. Ég meina við sjáum fólk fara oft hratt niður á andlega hliðin eftir stuttan tíma sko. Og ég held að sé talað 3 ár kannski eða svona þá miklu minna heldur að þú hefur setið já.
Hvaða áhrif hefur þetta haft á þig? Ef þú ekki reynir að útskýra fyrir mér sem að, sko, hvað það sem að gerist? Ég veit ekki alveg, sko, hvaða áhrif þetta hefur, en sko ég nú frekar lokumanneskja. Ég tjái ekki tilfinningar. Ég alveg kaldur þar, sko, og það hefur verið kvartað mikið yfir því, sem sagt, heima. Og fangelsi þýðir ekki þá Brynju? Nei, en ég hugsa að ég sé mótaður svolítið af fangelsinu, þannig að ég verð svona kannski út af því, sko. Ég tjáum ekki, ég tala stutt í síma til dæmis, af því að kannski búið að hlusta á öll símtöluðin í áratugi eða eitthvað, og þá bara einhvern veginn verður bara þannig, þú talar ekki lengi í síma og þú tjáir ekki tilfinningar og þú segir raun og ekkert meira heldur en þú þarft að segja. Ég held að ég sé svolítið þannig. Vegna þess að þú varst í hóp þar sem það var bara hættulegt eða þú gast veikt stöðunni í hópnum og þetta var svo erfitt. Já, það var allt nota gegn þeir í raun og veru. Og þá gagvað frá samfengum. Já, bara alls staðar. Og fangavörðum. Já, og lögreglu og annað. Og það var líka þannig að fjölmiðlar kannski voru í samstarfi eins og við saksóknarann. Að það var saksóknarinn að luma einhverju símtölum eitthvað sem að maður á að hafa sagt en tengdist ekkert málinu sjálfur, en þegar það sett saman við málið þá hljómar það, skilurðu, miklu verra. Þannig að maður svolítið kannski brendur af einhverju svoleiðis, held ég. Þarna erum við komnir aftur inn á að lögreglan að nýta sér, sko, fjölmiðla til að hafa áhrif á dómara og almenningsálitið, sko. Þannig að þeir gera það með því að gera svona, sko. Þannig að, og það alveg ennþá þannig í dag, sko. Þú sagðir áðan að þú myndir vilja sjá kannski þyngri dóma í kynferðismálum en lægri í fíkniefnabrotum sem þú dæmdur fyrir. Og ég heyri það alveg að einhver leyti, þú ert að tala um þetta til dæmis, að hvernig saksóknari grefur undan þér með nota fjölmiðla og annað slíkt, að þú upplifir að þú hefur orðið fyrir óréttlæti. Ég veit ekki hvort að ég upplifa það þannig, sko. Jú, ég vilja bara sleppa alveg, en þið finnst dómarnir hafa verið þungir. Nei, já, ég meina, nei, ég hef aldrei tekið því að ég ekki þetta skilið eða hitt, sko. Ég hef aldrei tekið því þannig. Ég var reiður á tímabili þegar var að nota gegn mér, sem sagt, eitthvað sem var ekki satt eða var að búa til eða til að hafa áhrif á og gera mig að einhverju minni manni eða eitthvað slíkt, sko. En ég hef aldrei verið ósáttur við dómana. Ég hef aldrei... En varst ekki reiður þessi 8 ár þannig að þú sest inn í fyrrasætti? Nei, ég var ekkert, Þú ætlar ekki að breytast? Nei, ég var ekkert reiður þá, sko. Ég var bara, ég átti örugglega skilið þessa dóma, sko. En dómarnir í dag samt fyrir sömu brot eru miklu lægri í dag, sko. Þannig að maður sem dæmdur fyrir þessi brot í dag, hann fengi bara brot af þessi dómum, sko. Þannig að það er stundum svolítið erfitt að horfa á það. Og svo líka það að sko, ég meina, ég hef oft fund með ráðherra sem ætlaði að fara gera tilraunir á föngum með ofskynjunar lyfjum og ég var boðaður á marga fundi, skilur, út af því, sko. Og ég, þurfti bara að segja fyrirgefðu, sko, ég allavega ekki að fara út við þessi efni. Ég veit að tala um mann sem búin að sitja inn í 2 áratugi fyrir þetta. Þannig að fyrir mér þetta rosalega skrítið að allt í einu þetta bara farið að ræða bara hjá stjórnvöldum og ráðherrum, skilur. Og þetta og ég hef sitja inni fyrir þessi efni, sko. Þannig að það er margt að breytast í samfélaginu og bara varðandi dóma og efni og annað slíkt, sko. Þannig ég held, sko, að dómarnir sem slíkir, sko, ég meina, enda voru kannski, ég meina, það var verið að fullnýta refsirammann í þessu málum áður fyrr. Núna þetta orðið svona, málinu er alltaf að stækka og alltaf meira og meira magn, sko. Þannig að það einhvers staðar þarf að draga línuna. En það er klárt að ég hugsa að ég hef fengið, sko, ég veit ekki, kannski ég hef fengið 12 ár fyrir allan pakkan í dag, sko. Má ekki, æsku vinur minn, hann var dæmdur fyrir öflitin kókaín löngu áður en að þú, og það fekk rosa þunga dóm, sko, með við hvað var lítið efni og það var svona skilabót í samfélagið.
Þannig að hluti af árunum sem að þú sast inni voru skilaboð í samfélagið. Maður er ekki tengt því hvað þú hefur gert af þér. Heldur oft að senda skilaboð í samfélagið, eða ekki? Jú, algjörlega og við sjáum svona ennþá svolítið svona kunnáttuleysi. Bara í blöðunum í gær var að fjalla mál sem að hluta til voru tekin einhver vímuefni og þetta voru sko einhverju 20 gramma og einhverja pillur og eitthvað og það var talað sko stórfellt vímuefnamál sem það er vissulega ekki, skilur þannig að við erum ennþá samt svona það er ennþá svolítið svona, fólk veit ekkert í raun og veru hvað það er að tala sko en jú, við erum að sjá þessi skilaboð sem dómarar eru ofta að senda út í samfélagið í hinum af þessum málum og ég meina að það er líka oft verið að taka kannski ný efni sem að menn hafa ekki verið dæmdi fyrir áður og þá á að senda skilaboð þannig að við sjáum þetta alveg í dag líka sko. Hérna þú þekktur nú dæmi og búin að vera edrú lengi eða ertu edrú eða? Já, vímuefnum sko en ég fæ mér alveg í glas á og til sko já. Það er kemur fyrir. Þannig að þú lítur svo á að þú hafi bara verið háður kókaini eða hvað? Skilgrunni sem áfengis og nei, ekki áfengis og vímuefnasjúklingur. Nei, ég er ekki við áfengis og vanda að stríða. Þannig að þú ert bara veikur fyrir þessum efnum? Já, eða ég var það, það bara einhvern veginn kemur ekki huga mér í dag sko. En að því að við erum að tala svona dómaþyngd og eitthvað fleira í þessum málum. Ert þú hlynntur lögleyfingu vímuefna? Já, ég er hlynntur regluvæðingu vímuefna þar að segja sko að við þurfum að ná einhverjum böndum yfir þessi mál og við þurfum að reyna að draga þetta meira upp á yfirborðið og veita þeim sem eiga við vandamál að stríða meiri þjónustu og gera þetta þannig að þetta sé ekki svona fordómarnir sé ekki svona miklir að því við erum að kljást við að því þetta er bannað að þá eru fordómarnir svo miklir. En þá eru líka með mjög virkan undirheima sem eru hryllilegir heimar. Algjörlega og það við eigum að geta náð þessu svolítið úr þeim heimi sko. Myndirðu vilja að setja kókaín í lyfju? Eða í átöfar? Nei, ég held ekki sko. Ég veit það ekki sko. Ef þú ætlar að losa okkur við undirheimana, þá verður þú að gera það eitthvað. Jú, ég meina, ég er þannig, ég myndi vilja sjá þetta þannig sko, en við þurfum að byrja einhvers staðar og ég held sko að til dæmis með því að leyfa neysluskammta, held ég að það sé mjög góð byrjun, sem sagt þannig að lögregla sé ekki að taka neysluskammta af fólki. Við erum að sjá sko Er löggan raunverulega að gera það? Já sko, það er matsatriði sko. Það fælir svolítið fyrir mér að ég veit ekki alveg hvert er vandamálið. Það er rosa mikið talað þetta að það sé verið að taka fólk við og þetta áttaði mig á því að sko löggan gæti gert það. Þannig ef þú ert með einhver 2, 3, 4, 5 gram í vasanum þá gæti löggan tekið þig en hún er ekki beint að því eða það? Jú, hún gerir það og hún er kannski ekki að gera það endilega við veikasta hópin sem eru heimilislausir eða fólk sem er í daglegri neyslu ekkert endilega að taka þeim en þeir gera það samt og geta gert það og þeir hafa heimild til þess og fólk er eins og misjafnt sko sumir vilja sína valdið og þetta er bara ólöglegt þannig að þeir fara eftir því allir nýir starfsmenn þeir taka efnin, ég meina þeir vilja fylgja og vilja ekki brjóta af sér og vilja fara eftir öllum reglum og ég meina þannig að sko ég held að þeir séu líka mjög stífur á að taka kannski neysluskammta af fólki sem er kannski svona yngra fólk sem er kannski helgadjamarar eða eitthvað slíkt sko og það er kannski fólki sem er svolítið að deyja af þessum út af þessum málum. Ég átti góðan vin sem var stoppaður á lögreglu og hann var með 2-3 gram held ég á sér og hann ætlaði sér ekki að láta lögguna taka þannig að hann gleypti það og hann dó
bara út af þessu. Þannig að sko við erum að sjá sko þetta, við getum komið í veg fyrir svona hluti og og við höfum séð það í þeim löndum sem að neysluskammtar eru leyfðir eða það búið að regluvæða þessa hluti að þar neysla ekkert að aukast af því að neysluskammtar eru leyfðir eða það ekki verið að taka neysluskammtana en það klárlega ekki að minnka heldur sko. Þannig að ég held að við þurfum að leyfa neysluskammta og auka forvarnir og meðferðarúrræði. Það það sem við þurfum að gera sko. Herðu Gummi, þú hérna fyrrverandi fangi og kemur fram sem slíkur en þú kemur líka fram sem hommi og tommi. Hvenær vissur þú að vera hommi? Það spurning sko. Ætli maður ekki alltaf vita það sko en ég komi nú ekkert úr skápnum fyrir en bara eftir 20 sko. 22 held ég. Og vildur þú þá ekki vera hommi að því að svo mikið vesinn einhvern veginn og... Nei, ég meina þegar ég var komin til skápnum þá var það bara ég, Hörður Torfa og Páll Óskar sem að voru sem að voru svona kannski þekktir held ég á þeim tíma sko. Og og ég var náttúrulega bara kannski þekktur að því ég var á tunglinu þegar ég held ég að komið út úr skápnum þá sko þegar ég var þar. Þannig og ég meina það var alveg held ég erfitt kannski að koma út en svo þegar það var búið þá var þetta ekkert mál sko. Og ég hef aldrei... Þú óttast það meira fyrirfram heldur en það var tilefni til. Algjörlega. Og ég hef aldrei falið það eftir það sko. Það hefur allir alltaf vitað það og það hefur ekkert verið vandamál fyrir mig og ég hef einhvern veginn sko ekkert, ég hef ekki tekið þátt í neinni baráttu samkynhneigðra hér á Íslandi sko. Ég hef aldrei verið, ég hef aldrei verið í þeirri baráttu einhvern veginn. Ég hef bara verið á annarri braut og ekkert verið að pæla í þessu og sem kannski miður. Ég hef kannski átt að taka meiri þátt í því sko. En ertu ekki að taka þátt í baráttunum með að gangast við því? Jú, klárlega sko og ekki fela það og tala um það og ég meina, ég meina allan tíma sem ég var í fangelsi þá var ég opið með þetta líka og vissu það allir þannig að það eins og ég held að bara allir hafi vitað alltaf þannig ég hef aldrei þurft að einhvern veginn að ræða þetta sko. Þú veist að þetta var hafi valdið móðinni vonbrigðum með glæpabrautinni. Hvernig tóku því að þú værir hommi? Jú, bara ég held bara vel sko. Það var náttúrulega kannski fyrst eitthvað áfall sko og getur ekki einhverja pillu við þessu og eitthvað svoleiðis sko og ég held að það bara verið svona eðlilegt sko en svo var þetta bara ekkert mál sko. Það var held reyndar ég hef aldrei komið sérstaklega út fyrir foreldrum mínum sko eða fjölskyldu sko sérstaklega sko þau bara fréttu það einhvers staðar held ég. Þannig að það var meira. Það var ekki fjölskyldufundur? Nei, ekkert svoleiðis sko. Þannig að það var kannski meira bara ég held að þau bara frétta hreinlega sko. Þannig að man ekki eftir að það hafi nokkuð tíma verið rætt eða verið vandamál sko. Allan var ég ekki var við það sko. En talandi um mömmuðina og vonbrigðin þegar þú ert tekinn og getur einhvern veginn lýst fyrir mér sko hvernig verður mammaðin með eitthvað svona sátt við það eða hvernig þú ert að gera eitthvað sem hún bara vill alls ekki að þú gerir? Já, hún var náttúrulega svona mjög löghlýðin og það þarf alltaf að vera rétt og hún trúir öllu sem yfirvöld segja og hún bara þannig manneskja sko og allt sem var að fara í taugarnar á mér eins og þetta sem við vorum að tala um áðan lögreglan var að kannski að ekki að fara eftir réttum aðferðum og þá trúði hún því aldrei sko, upp á þá sko, þetta var svona svolítið þannig sko og alveg skiljanlegt þú bara af þeim skóla og en ég veit ekki sko ég meina hún alltaf bara sótti sér hjálp hjá sálfræðingum og síðan með öðru fólki sem átti sinni eða börn í fangelsi og og hún var svona hún kannski ekki sátt við að eiga svona sem fangi en hún var ekkert sem sagt undir að síðasta það var hún ekkert að fela það eða ég held meiri sem hún að einhvern tímann
einhverju kommenti á Facebook sagt eitthvað, skilur það sko, þannig að það var allan stórskref fyrir mig sko, að sjá það en jú, vissulega var þetta eitthvað sem var feimnismál sérstaklega í fyrraskiptið sko, það var mjög erfitt fyrir aðstandendur að labba inn í Hagkaup og það eru 17 búðakassar með forsíðumynd af manni þar sko. Þannig að og hún talaði einmitt það, hún fór hérna í Hagkaup og hún bara sneri við sko, bara í hurðinni sko, þegar hún gat það ekki sko. Þannig að þetta er mjög erfitt og þetta ég meina fjölskyldur bara almennt þessi falin hópur sem að er oft svolítið kannski meira fangelsi en fanginn sjálfur á erfitt, það er skömm fólk veit ekki hvert á að snúa sér veit ekki hvernig á að höndla hlutina, umræðuna fólk er kannski ekki almennt að ræða þessi mál heldur í fjölskylduboðum og þorið ekki og þannig að þetta er mjög viðkvæm mál í fjölskyldum maður finnur það alveg sko en ekki kannski minni fjölskyldu allan ekki seinnaskipti sko, þá var svona talandi svona fordóma föngum þá svona verða kannski hafi þetta verið hugmyndur þetta verið bara illmenni henda lyklunum öllu þessu en svo núna með aukin umræðu meðal annars frá ykkur þá verða til svona ný stereotýpa af föngum. Þetta eru strákar með ADHD, fíkniefna sjúklingar, veikt bakland, en það á náttúrulega ekkert við alla fanga. Þó að það getur verið að svona, þetta skilgreinir svona góðan part, en það er alltaf eitthvað sem að þetta passar ekki. Þannig ég er bara velta verið þegar stundum verður svona skipti á svona hugmyndum okkar það, en þá farðu bara aðra hugmynd. Já. Ertu með ADHD? Örugglega, ég er ekki með neitt greint sko, en sko ég held að meiri hluti fanga sé með ADHD, meiri hluti fanga er með vímuefna röskun á einhverju leyti. Hvaða fólk það sem er í fangelsum? Þetta er bara fólk með mikinn félagslega vanda, hefur verið heimilislaust, atvinnulaust, flosnað upp úr skóla með ADHD, einhverfu. Kemur það undan eða er það heimilislaust og flosnað upp vegna þess að það er á glæpabrautinni? Já, eða bara fæðst inn í hræðilega fjölskyldu aðstæður sem að bara vita mál að þetta barn fer í fangelsi. Þannig að sko þannig ég held sko að langflesti sem er í fangelsi sem er fólk, veikt fólk eða fólk með mikinn félagslega vanda og núna þegar við vitum þetta þá eigum við að geta unnið með það skilur. Hvernig ætlar að vinna með það? Ætlar að tala við foreldra 11 ára stráksins? Já sko við vitum það að til dæmis fangar eiga nú oft mörg börn en við vitum að börnin þeirra eru líklegri heldur en önnur börn að fara í fangelsi á fullorðinsaldri og þetta er eitthvað sem við þurfum að vinna með þar að segja sko við þurfum að finna öll þau úrræði sem til eru fyrir börnin þannig að þau geta farið í á meðan að pappinn er í fangelsi eða mamman að því að og þau og fangarnir sjálfur sko alveg saman í hvernig standi þau eru þau vilja hitta börnin sem kom í fangelsi setna með sko þannig að þau munu taka þátt í og vilja sagt, að reyna að finna leiði til að það sé ólíklega að barnið þeirra endi síðan á sama stað sko. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að vinna með núna við vitum þetta og ég held að ég hefði viljað einhvern veginn að breyta kerfinu þannig að sko í raun og veru taka farsældarlögin svolítið einhvern veginn inn í þetta að því við erum að sjá aðra á þriðju kynslóð fanga í fangelsunum núna sko. Þannig að það er rosa sorglegt að horfa upp á það einhvern veginn sko. Þannig að þetta er bara, held ég bara samfélagslegt mál sem við þurfum að taka á sko. Við erum búin að vita að jafnlengi eða jafnvel lengur að alkohólismi gengur í ættir hvort sem að það eru erfðir eða uppeldi eða eitthvað slíkt. Samt erum við með mjög veikan stuðning við börn alkohólista
sem að bæði að glíma við svona þætti eins og þú ert að lýsa að þeirra pabbi í fangilsi að glíma við sko reynslu af því að vera með foreldra í mikilli neyslu og allar þeirra afleiðingar sem að sjúkdómar foreldra geta haft á lífi barnanna að við gerum sárlítið í því það er mjög veik aðstóð eða svona viðtals kerfi sem er á S.A.A. en hefur eiginlega aldrei verið stutt að neinu viti sko. En samt vitum við þetta sko, en samt gerum við ekkert sko. Við vitum ýmislegt í dag en gerum ekki neitt og það er bara svolítið þannig staðan sko, við erum ekki að gera neitt við getum gert svo margt og það þarf ekki endilega að kosta mikið pening. Kerfið okkar byggir ekki á bestu þekkingu. Nei og svo fyrir utan það að þetta er allt til annar staðar líka. Ég meina norska fangelsiskerfi sem er eitt af besta í heimi er útflutningsvara normanna. Þeir eru að flytja út sitt kerfi til landa, til borga, til einstaka fangelsa hér og þar í heiminum sko. Þannig að við þurfum ekkert að finna upp hjólið í þessu, við getum bara fengið aðstoð til dæmis hjá þeim eða hlusta meira á. Hvað gera þeir við börnfanga? Þeir halda miklu betur utan börnfanga og fólk fær miklu meiri aðstoð, bæði fangarnir sjálfir og námskeið og annað hvernig þeir eiga að vera foreldrar í fangilsi og síðan náttúrulega fjölskyldan fyrir utan sko. Þannig að það er miklu, og ég meina börn hafa aðgang meiri sér af heimasíðum, sérstakar heimasíður fyrir börn sem eiga foreldrar í fangilsi og þannig að það er ótrúlega margir flottir hlutir úti sem hægt er að gera sko. Við gætum lært að reynslana. Já, algjörlega sko. Og við höfum hjá Afstöðu, við höfum verið að fara til Norðurlandana mikið, Finnlands og Danmörku og Noregs og til að læra svona hluti og koma með hugmyndir hingað og þannig að við búum yfir mikill reynslu og mikið af hugmyndir sem við viljum koma á framfæri. En við höfum bara ekki fengið nógu góðan stuðning stjórnvalda til að vinna í þessu málum. Eyru til að hlusta það? Nei, valla og ég get sagt að þó að við fáum eyru ráðamanna og ráðherra og jafnvel ýmis loforð að þá einhvern veginn bara eru þau svikin sko. eða það er bara einhvern veginn ekkert að gerast. Ég held ekki alveg sagt að ég bara hef orðið fyrir óbúslega miklu vonbrigðum með yfirlýsingaglaða ráðherra undanfarið og ég bara skil ekki sko, en ég sjálfur hef sko átt marga fundi með jafnvel áður en það verið ráðherrar og svo bara leiðu fólki orðið ráðherrar og þá bara einhvern veginn þá bara gerist ekki neitt og það getur verið alls konar ástæði fyrir því. Það getur líka verið til dæmis bara að embættismannakerfið hleypir því í gegn sko. Af því það er óbúslega öflugt kerfi og mikil varðstaða við að gegna öllu breytingum af því það er náttúrulega fólk sem er bara ég meina við til dæmis bara í dómsmálaráðuneytinu það eru bara lögfræðingar sem vinna þar og þá eru þeir bara svona sko. Þannig að það vantar alveg mannlega þáttinn þar inn, þannig að það er spurning hvort það sé komið tími á að færa í raun og veru fangelsmálin annað félagsmálaráðuneytið. Nei, ég hugsa að það væri best að flytja því í forsætisráðuneytið og það væru sem sagt ongoing. Þannig við hæfið að því að forsætisráðherra situr nú í gömlu fangelsi. Já, nákvæmlega. Já, en sko ef það væri svona ongoing nefnd sem að bara hefði yfirstjórn yfir fangelsmálum og væri bara að vinna að þeim málum allt árið og svo er bara hvert ráðuneyti fyrir sig sem á fulltrúa þar inni og svo hvert ráðuneyti fyrir sig sem sinnir ákveðin hlutum, bara eins og dómsmálaráðuneytið rekur fangelsin og menntamálaráðuneytið á að mennta fanga og svo framvegis. En sko málið það er ekkert eitt ráðuneyti sem ræður við þennan málaflokk og þess vegna held ég að væri best að flytja því forsætisráðuneytið. Sem er samráðsráðuneytið. Herðu, þú ert formaður Afstöðu, það er ekki fullt starf. Þú vinnur ekki við þetta? Ég myndi segja að það væri 1,5 starf, en ég vinn hjá Reykjavíkurborg í málefnum heimilislausra. Vinnur á gistiskýlum? Já. Á hverju vinnur þar? Já, það er góð spurning. Ég ætlaði nú bara að stoppa þar stutt, sko, en ég er búin að vera þar núna í nokkur ár. Ég held bara mig langa að færa mig út í að kynnast sem sagt
bara meira fleiri hliðum en þeir sem við erum að vinna með og í gistiskýlunum eru margir af okkar skjólstæðingum og margir hverjir fara beint og fangelsi beint á gistiskýlun og já, og það getur náttúrulega, það getur verið mjög krefjandi og erfitt að vinna á gistiskýlunum, sérstaklega bara að því maður þekkir fólkið þarna svo vel, sem sagt þjónustuþegana og það er erfitt að horfa upp á það og maður er kannski búinn að vera hjálpa þeim í fangelsunum og svo koma þeir þangað og þar er neyslan sem tekur völdin og oft geðveikin líka sko. Þannig að já, þetta er svona krefjandi vinnustaður og Ertu þarna á horninu á Lindagötu og Frakkastíg? Já. Þannig að en ég ætlaði nú bara að vera þarna meðan ég er í námi og ég er að klára sem sagt BA í félagsráðgjöf núna bara næstu önn sko. Það hefur verið sagt að svona hópurinn sem að er á gistaskýlunum hafi verið að breyta svona síðustu, ég veit ekki, 10-20 árum. Og bæði kannski er hugmyndir okkar þetta að þetta séu svona langtleiddir áfengissjúklingar sem að koma þar og en þetta er, ég veit ekki hvað þetta segja, fjölbreytilegur hópur. Já, nú má ég örugglega ekki tjá mig gistiskýluna en ég get sagt sko að sko í fangelsunum er miklu veikari hópur og með alvarlegri vanda og það að þeir koma síðan út og fara á gistiskýlun, svolítið þannig. Og svo er þannig já, það má alveg segja það að þeir sem það er öðruvísi hópur á skýlunum sko. En gamli hópurinn er líka kannski bara minni. Já, ekki eins svona áberandi. Og þannig er fólki vísað út klukkan 10? Nei, það er engum vísað út sko. Ég er í hverfinu sko, ég sé það. Já, nei sko. Ég kem hingað stundu tekið strætó 10-leytið og þá er alltaf svona 4-5. Já, þú ert að miskila sko, Netto lokar klukkan 8, skilur, það er bara lokað. Það er bara eðlilegt að fólk fara út. Skýlin þetta eru neyðarskýli sko, þannig að það er bara þjónusta opið á þeim ákveðnum tímum sko. Þannig að en það er annað sem er opið á sama tíma. Nú ertu búin að plata mig að tala gistiskýli sem ég má ekki. Það vilt ekki. Já, ég hef bara ekki leyfi til að tala í raun og veru, ég er ekki málsvari Reykjavíkurborgar sko. Hvort að við hefðum kannski átt að hafa fleiri og fjölbreytilegri úrræði? Jú, ég meina algjörlega við þurfum fleiri og fjölbreytilegri úrræði og þurfum alls konar úrræði. Við erum með alls konar fólk. Það er engin eins og það þarf að vinna einstaklis meðferðar og veist, fyrir hvern og eitt sko. Þannig að og ég meina kannski þarf kannski er þessi neyðarskýli, ég veit ekki hvort ég að segja úrelt svolítið en við allavega hjá afstöðu vorum að gera athugasemdir senda inn athugasemdir varðandi drög Reykjavíkurborgar í málum heimilislausa og í þeim drögum þá getum við séð að það er ýmislegt í vinnslu og það er verið að eins og ég les úr þessu og þá sýnist mér að það verði breytingar á þessu eða á næsta ári og næstu árum og þá sem sagt mismunandi úrræði með mismunandi stuðning sem er að koma þannig að það er bara jákvætt og en já Einhver leyti neyðarskýlin náttúrulega til úr mörgu svona úr sögunni en eitt af því er að Hjálpræðisherinn hann sinnti áfengissjúklingum þegar enginn vildi sinna þeim að Hjálpræðisherinn vill sem sagt sinna þeim sem bara ítt út fyrir borgamúrana og þeir bjuggu til svona, það var gistiskýli á fyrstu hæðinni og svo annar hæðinni voru þeir sem höfðu áhuga að reyna að verða edrú og þriðju hæðinni bjuggu þeir sem höfðu farið þessa leið og ráku kerfið, þetta voru svona Hjálpræðisherinn
hefur gert mjög góða hluti gegnum tíðina, bæði hér og náttúrulega erlendis og þeir eru náttúrulega mjög framalega í þessu í Noregi til dæmis. Svona, og brettur upp bara þessari svona húmanísku byltingu sem við vorum eiginlega svona að tala áðan þegar það var litið á að fólk gæti breyst. Já. Ég skráði mig úr þjóðkirkjunni og skráði mig í Hjálpræðisherinn bara, veist, út af hvað þeir eru að gera. Respekt. Bara, veist, þeir eru bara að gera ótrúlega flotta hluti, þeir eru að gefa fullt af fólki að borða hverjum einasta degi og bara velferðarmálin hjá þeim eru bara, það er bara ótrúlegt hvað þeir gera mikið, sko. Ég bara get ekki séð að önnur trúarfélög gera það sama, sko. Við reyndum að ná því hérna í samtölum, sko, að hvernig til dæmis sko staða innflytjenda og þeirra sem að voru hérna alveg réttlausir í kerfinu, hvað Hjálpræðisherinn mætti því fljótt og vel og bara því mikilvæg fyrirmyndar, sko. Já, við vinnum mikið með þeim við í Ástöðu, sko. Þannig að hérna mikið og góð samskipti búin að vera þar og mjög lengi. Og þeir hafa alltaf komið með allt og redda okkur þegar við þurfum og þannig að ég mæli bara eindregið með að fólk. Þú ætlar ekki í Hjálpræðisherinn, þú ætlar ekki að vera kadett? Nei, það er ekki planið, sko. Trúir á Guð? Já, ég meina bara mína barna trú held ég, sko. Ég er ekkert, fer ekki í kirkju eða slíkt, sko. Ég fór kannski með flesta bænirnar þegar ég var í fangelsi í Danmörku kannski. Ég get sagt það. Þá var maður alltaf bara svolítið einn, sko. Þannig að maður var svona að vona að hlutirnir myndu reddast einhvern veginn. Og sem gerðu, meira eða minna. Og þá ferðu með bænina til einhvers? Já, þá var það Guð. Og upplifir að þú hafa verið bænirður? Já, ég held það. Ég algjörlega, sko. Ég var með skemmtilega sögu, sko, þarna úr fangelsinu í Danmörku að ég var með síma sem að ég mátti náttúrulega ekki vera með og faldi hann í kaffikonu og svo var maður náttúrulega alltaf þegar maður var að fara með bærinar hendi maður í inn og vona að þetta gangi með síman á svo man ég að kom presturinn, hann kom sæll Guðmundur, ég þarf að fá lána hjá kaffikonuna og tók kaffikonuna en með símanum en svo kom hann með hann aftur með símanum já, þetta var svona svolítið skemmtilegt maður en jú, ég held að það er gott að biðja til aðri máttar þegar maður er í þessari aðstöðu. Nú er að koma jól og það er einmannalegt að vera fangi á jólunum. Mjög erfiður tími í fangelsum jólin og ég held svona mín reynsla er kannski áramótin kannski erfiðari. Af hverju? Ég veit ekki, ætla þess ekki bara því að fólk er vant að hafa gaman og fagna saman. Kannski svona meiri fjölskyldustemning held ég á þeim tíma heldur en jólunum. Fangar hafa það, ég ætla ekki að segja fínt, en það er góður matur og það er einhver dagskrá og Þú ert líklega í fangelsi, þá ertu með svona viðvarandi söknuð. Já. Og sem að lítur nú einhvern veginn að bara Já, algjörlega. Jólin eru mjög erfiðir út af því en eins og ég sagði þá eru áramóti kannski verst með það, sko. Var alltaf þannig hjá mér, sko. Alltaf, gamlárskvöld, það var alltaf erfiðast af öllum dögum. Þannig að Og ekki svona ljúfsárt við þetta, að einhvern veginn það get ekki notið einhverja samvista, að það hafi leitt til þess að maður skynji það betur og... Jú, þú ert náttúrulega í stöðum hugsunum, skilurðu, og hugsa tilbaka og hugsa til góðra stunda og En hvernig hugsunum, sko? Sumar hugsanir er bara... Já, ég meina þetta er bara persónubundið, held ég. En maður saknar alltaf fjölskyldu á þessu tíma. Og svo náttúrulega, afmælisdagar og allt svoleiðis, sko. Þú veist alltaf, ég meina, flestir fangar eru með myndir af fjölskyldumeðlimum upp á vegg og þú ert alltaf að hugsa þetta á hverjum einasta degi, sko. Þannig já. En þessi reynsla, það var á öðru tilfelli var einhver sem sagði að það er gott að hafa farið til helvítis sem maður ratar aftur út. Það er góð reynsla.
og fær maður til þess að vera með svona, ég meina einhver leiti breiðari. Ef að þú hefur átt bara beina braut alla þín ævi, þá hefur þú líklega bara annan skilning á samfélaginu og heiminum og sjálfu þér og öðru. Þegar þú ferði í gegnum þessar reynslu sem að þú hefur farið í gegnum, finnst þú hafa gert þig gott? Þú náttúrulega kannski getur ekki valið að vera annar en þú ert. En jú, ég meina, veist eins og, ég meina þetta bara, auðvitað mótar þetta mann og ég meina þetta bara það sem ég að gera í dag. Það þessi reynsla og mér finnst bara einhvern veginn, ég verð að nýta þessa reynslu og þá þekkingu sem við höfum við höfum og ég náttúrulega rosalega góða yfirsýn yfir þennan málaflokk og allt sem búið að vera að gerast síðustu 2 áratugi í fangelskerfinu og hverjir að koma inn og út og ég var náttúrulega svo lengi að inni þannig að maður sama fólki fara aftur og aftur inn og maður sér í raun og veru allt svo skýrt sko. En yfirvöld ekki að sjá þetta sko. Þess vegna finnst mér þetta svo nauðsynlegt að koma þessu frá okkur að því að við getum komið í veg fyrir dauðsföll og alls konar harmleik og við þurfum einhvern veginn að nýta það og þess vegna finnst okkur svo mikilvægt að til dæmis að við fáum stuðning frá stjórnvöldum til að byggja upp afstöðu til að nýta alla þessa þekking og reynslu sem til að setja þetta á eitt stað og þannig að við þurfum ekki endilega ég geti dáið frá þessu skilur og þá þetta allt til sko. Þannig að ég held að það sé óbærslega mikilvægt. Við tölum svona að vera aðalkallinn. Hver aðalkallinn í hópi fanga? Það sá sem hefur framið verstu glæpina eða sá sem á bestu tengslin út af við eða þá sem bara mest drottnandi karakter og getur byggt aðra undir sig eða hver aðalkallinn í fangelsinu? Ég klárlega aðal. Formaður? Formaður fyrirverandi fanga? Varstu formaður fangana líka inni? Já. Varstu aðalkallinn í fangelsinu? Nei, fangelsin eru náttúrulega bara svolítið eins og leikskóli má segja. Það ákveðin þrepaskipting í fangelsunum og það verður bara senst þessu það þannig og það eru einhverjir sem eru efst og aðrir sem eru neðst og það hefur svona verið í gegnum tíðina að innflytjendur vímuefna eru efst og kynferðisafbrotamenn neðst og svo eru menn svona finna sig einhvers staðar þarna á milli sko. Þannig að dómarnir ráða eða málaflokkarnir ráða stöðinni þú kemur með það með þér? Já, málaflokkar og bara já, í raun og veru hver á svo sem á vímuefnin hann náttúrulega klárlega efst og þannig að þetta svona svo þetta voðalega misjant eftir tímum hverjir eru aðalkallarnir í fangelsunum sko. En sá sem að díler úti, hann líka díler inni eða? Já, það allir gangur á því það annarkost eða ekki það allir gangur á því. Það eitthvað sem það? Það alltaf einhverjir og hann líklega sá sem að þú getur ekki verið að styggja hann eða þú ert í neyslu þá styggjur ekki. Nei, ég menn þetta náttúrulega bara svo lítið samfélag og og þó að menn séu ósáttir eða óvinir þegar þeir koma inn þá yfirleitt verða menn bara einhvern veginn vinir með tímanum voðalega erfitt að vera fúll út í einhvern og búa við hliðina á honum. Verða vinir í fangelsinu stundum það þannig að það eitthvað tengsl sem í fangelsinu svo ferðu út halda þau tengsl eða er það því að það voru tengsl sem voru byggð upp á einhverjum stað sem að ég hef enga góða tilfinninga fyrir þannig að ég bara þegar ég hitti því svo seinna þá bara eiginlega vil ég ekki því ég að slíta mig frá þess. Þetta náttúrulega alltaf gangur á þessu líka en nei, ég held svona almennt ég til dæmis á ekkert marga vini af þessum 2 áratugum úr fangelsum og ég ekkert að halda grillveislu fyrir skilurðu marg úr fangelsum og eiginlega engan þannig að ég myndi segja að auðvitað alltaf einhverjir vinir og vinskapur en þeir eru ég held að svona maður geti talið það svona
á fingurum annar handar þar sem maður í samskiptu við eftir 2 áratugi sko. Heyrðu, Guðmundur Ingi, takk fyrir að koma hérna á aðventunni og spjalla við okkur. Takk fyrir að bjóða mér. Leyfðu mér að spyrja þig og þótt að þú sett var þig af reynsluðinni og Hókelsson. Já, ég ákvað að koma hérna þó að maður sé búinn að liggja í flensu í viku sko. En Þannig þú ert ekki upp á þitt besta? Nei, ég hafði mitt áhyggjur af því þegar ég var að koma. Mér finnst það að vera góður sko. Já, ég held þetta hafi bara blessast. Ok, kærar þakkir. Og hlustendur, þakka þér fyrir að staldra við og hlusta á þetta hjá okkur. Bendi á að framundan í helgar og hátíðardagskrá Samstöðunnar. Við verðum hérna með úrval vikunar hérna seinna í dag. Það verður ekki þjóðmálaþátturinn Synir Egils á sunnudaginn, daginn fyrir Þorláksmessu. Við mátum það svo að við verðum eiginlega vonlaust fyrir okkur að ná inn í gestum hérna að ræða samfélagsmál þegar allir eru byrjar að hugsa jólin og það bara ágætt að hugurinn leiti þangað, en við eigum endalaust af efni hérna á Samstöðunni sem að við munum spila yfir hátíðarnar og munum kannski velja efni sem hendar þessum árstíma, árs og fríðar. En ég þakka fyrir mig í bili og svo sjáumstu bara hér á öldum ljósvakars á Samstöðunni og eigið þið góða helgi og eigið þið síðan góð jól. Takk fyrir mig. Segðu það á Samstöðunni.